Komið sæl þú aftur. Ég heiti Guðmundur Hálfdanarson og ég á að stýra þessu málþingi þar sem verður kynnt og tekin til meðferðar og til vorandi til gagnrýninnar umræðu, bæði kynningar og gagnrýninnar umræðu, ný bók sem kom út, hvenær kom hún út, Baldur? Síðustu dögum, sem heitir Iceland's Shelter Seeking Behavior from Settlement to Republic og eftir Baldur Þórhallsson og með dyggri hjálp Þorsteins Kristinssonar og Tómas Jóhansen og þeir eru sem sagt höfundar bókarinnar, kom út hjá í röðinni Íslandinga sem gefin út af bókasafninu við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum og ritröð sem búin að koma þar út í núna yfir 100 ár og hefur og í svona auknum mæli farin að gefa út bækur sem hafa svona samfélagslega tilvísun. Þetta málþing verður byggt upp þannig að fyrstur mun forseti Íslands halda svona inngangsávarp, síðan munu höfundar bókarinnar kynna bókina, fara í gegnum kafla bókarinnar og síðan verður pallborð með sagnfræðingum og fornleifafræðingum sem munu ræða þá efni bókarinnar út frá sínum fræðigreinum og að lokum mun vera umræður og samræður efni bókarinnar. Og það dóttir Baldur sem að svona tjási þannig aftar í bekkinn. Þá held ég að ég bara hefji málþingið og ætla að biðja herra Guðna T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, að koma hér upp og halda varp. Gjörðu svo Guðni. Takk fyrir. Ágæti höfundur, hjartanlega til hamingju og meðhöfundar sömuleiðis og fundarstjóri og ágætu áheyrendur, kollegar og vinir. Ég hafði virkilega gaman af því að lesa þessa bók. Fyrir mig sem sagnfræðing veitt hún mér, ég vil nú ekki ganga svo langt að segja nýja sýn, en nýtt sjónarhorn, nýjar spurningar efni sem maður telur sig þekkja og það aðal ögrandi fræðirits. Ég ætla ekki að halda langt eða ítarlegt erindi efni ritsins, það fyrir ykkur að komast að því og fyrir höfundana hér líka rekja, þykist ég vita nú nánar og eftir og líka fyrir þá sem taka þátt í pallborðs umræðunum. En ég hafði sem sé gaman af því meðal annars að hvað þessi stjórnmálafræðingur að vilja upp á dekk á sagnfræði flegi okkar innan. Við sagnfræðingar, ég ætla nú ekki aftur, ég segist alltaf ekki að taka svo djúpt í árinni en svo ger ég það. Ég ætla ekki að taka svo djúpt í árinni að segja að við sagnfræðingar eigum í einhvers konar ástar-hatursambandi við okkar ágætu kollega í heimi félagsvísinda í stjórnmálafræðinni, en við erum dálítið ólík. Og nú ætla ég að fá að vitna hér í einn kollega minn sem nú ekki hér held ég, það hann Sigurður Gylfi Magnússon, sem fór til Bandaríkjanna í doktorsnám og sagði frá því að þar á bæ voru sagnfræðingarnir mjög tölfræðilega sinnaðir og sögðist þess vegna loksins geta sýnt fram á að sagnfræðin væri raunveruleg vísindi og bættu svo við, þarna voru menn að drepast úr alvarlegum vísindakomplex og það hefur kannski verið einmitt kvilli okkar sagnfræðinga að vera með þessa efahyggju yfir því að við værum ekki nógu vísindaleg. En það þá kannski líka þannig í heimi stjórnmálafræðingarna að þeim þykir ekkert varið í okkar fræði ef þau ekki nógu vísindaleg. Einn af mínum uppáhalds sagnfræðingum, erlendum, heitir John Lewis Gaddis, mikill sérfræðingur í heimi kaldastríðsfræða og dansar á þessari línu. Vinur beggja, sagnfræðinganna og stjórnmálafræðinganna. Og hann vill, og svo ég orðið hans kenningar í stuttumáli, hann vill að við sjáum skóginn fyrir trjánum. En hann vill líka að við sjáum trén fyrir skóginum.
Og hann orðaði þetta þannig í minni grófu þýðingu: af hverju getum við ekki fundið viðmót sem næri yfir hvort tveggja, formgerð og atburði, þannig að við berum virðingu fyrir því að sagnfræðingar horfa á flókna framvindu en leifum okkur leið að smíða almennar kenningar rás viðburða. Þetta sníði ég eða smætta ég niður í það að sjá bæði skóginn fyrir trjánum og trén fyrir skóginum. Svo að því að ég komin í smá stríðnisham líka, ætla ég að leyfa mér að vitna í aðra. Neustadt og May heita þeir og ég hafði svo gaman að því ég rakk augun í þetta, í bók sem heitir Thinking in Time, The Uses of History for Decision Makers. Og þessa bók kynnti ég mér þegar ég ætlum ekki að halda því fram að ég sé einhver voðalegur decision maker, sérstaklega í bandarísku umhverfi. En megin þráðurinn þar sá að fólk í áhrifa og valdastöðum verða að kunna skil á sögunni. Ég mæli með þessari bók, Thinking in Time, The Uses of History for Decision Makers. Menn verði að kunna skil á sögunni. Komi menn sér í þá stöðu að njóta áhrifa eða valda. En svo segja þeir: á 20. öldinni hafa sagnfræðingar farið að skrifa í sífellt meiri mæli eins og félagsvísindafólk. Og þetta ágætt svo langt sem það nær. En svo heldur hann áfram: það að segja án þess að hafa nokkurn áhuga á því að skemmta lesendum eða fanga athygli þeirra. En hér höfum við bók sem dansar á þessum tveimur fræðasviðum og nær þessu að fanga athygli en verum leið að smíða kenningar, að sjá skóginn fyrir trjánum og trén fyrir skóginum. Og það einmitt það sem Baldur bendir á hér í formálanum, og hann segir þar, og ég vitni það á ensku, hann rekur það að við hér, Guðmundur Hálfdanarson hefur nú verið í broddi fylkingar og við ýmis fleiri í heimi sagnfræða og annarra fræðagreina höfum verið að leitast við að varpa nýju ljósi á liðna tíð. Jafnvel losna undan viðjum fyrri kenninga sem áttu kannski við á þeim tíma, höfðu kannski annan tilgang og þar fram eftir göttunum, ekki verri fyrir vikið, en við lifum á breyttum tímum og sagan auðvitað í sífelldri mótun. Engir hafa breytt gangi í mannkynssögunar eins mikið og sagnfræðingarnir. The re-examination of Iceland's history has lacked a theoretical framework. Og þarna tekur Baldur, djúpt í árinni, en leiðir svo í ljós hvernig hægt að bæta við þessu teoretiska viðmóti. Og það finnst mér svo sannarlega þakkarvert. Nú, svo segir höfundurinn líka, meginhöfundurinn, hér á blaðsíðu 2, sem ég hérna tók líka til athugunar og umhugsunar. Og mér þykir þetta ögrandi, mér þykir þetta vera ansi skýr ályktun, en Baldur skrifar þar: To the extent Icelanders think about the history of the country's external relations, it is through a narrative that attributes failures in Icelandic history to foreign influence and attributes successes to independent and unconstrained Icelandic initiative. Það þessi tvíhyggja sem Baldur hefur svo líka rakið í viðtölum núna. Ég ætla aðeins að fá að vitna í höfundinn þar, því að það líka þakkarvert að leitast við að koma þessum fræðum og rannsóknum á framfæri við fróðleiksfúsan almenning. Þess vegna þykir mér jákvætt og gott að Baldur hefur leitast við að vekja athygli á ritinu hér utan veggja þessa fílabeinsturns sem við erum í akkurat núna. Við þurfum að vera á markaðstorginu líka. Það alveg hreina satt, finnst mér. Þetta nú hérna þarf ég að finna það sem okkar ágæti bókarhöfundur sagði, sem sem sé hér. Og nú vitna ég bara í, þetta eru 3 tilvísanir í viðtöl nýlega. Nútímavæðing Íslands og velsæld Íslendinga á hverju tímabili í sögunni fyrir sig byggir fyrst og fremst á samskiptum við útlönd. Og svo, orðræðan hefur verið dálítið mikið þannig í íslensku samfélagi að alþjóða samskipti hafi ekki verið af hinu góða. Að við séum arðrænd af útlendingunum, tortryggin í garð útlendingana, það séu við og þeir. Það eru góðir og slæmir. En þetta svo? Svona þegar maður sér svona spurningu í viðtali eða fræðiriti, en þetta svo? Það veit maður, nei, auðvitað ekki. Og svo, að síðustu, hagsældin kemur að utan. Og ef við skoðum þessa samfélagslegu þætti, þá skiptir öllu máli að okkar mati, höfundanna,
fyrir lítil samfélög að vera sem mest inni í hringiðu heimsmála á hverjum tíma fyrir sig, að tryggja það að nýjustu tækni og vísindi berist inn fyrir landsteinana og að nýjustu hugmyndastraumar berist inn fyrir landsteinana. Það á alveg jafnt við í dag og fyrir 500 árum eða 1000 árum. Og hér sjáum við nú líka, við erum ekkert í neinum fjandans Pílatusturni. Við erum að búa til fræði sem eiga svo sannarlega erindi í okkar samfélagsumræðu. Og það enn eitt sem þakkarvert við þetta rit. Nú fer ég bráðum að ljúka máli mínu, en mér langar til þess að tengja þessar pælingar allar við eitt af mínum megin fræðasviðum, sem saga landhelgismálsins og þorskastríðanna. Því að þar þurfum við að takast á við þessa spurningu útlönd og Ísland, það hvernig og hvers vegna svo fór sem fór. Og þessa sögu ætla ég ekki að rekja fyrir ykkur í smáatriðum, en okkur Íslendingum auðnaðist að hverfa frá því að þurfa að þola hér árið 1901 landhelgissamning við Breta sem veitti okkur fiskveiðilögsögu einungis 3 sjómílur út fyrir landsteina og yfir í það að ráða okkar eigin auðlindum eftir fullnaðar sigur í 3 þorskastríðum og fleiri fiskveiðideilum, fullnaðar sigur sem vannst 1976 þegar samþykki alþjóða samfélagsins fékkst fyrir 200 mílna efnahagslögsögu Íslendinga. En hvernig gerðist þetta? Gerðist þetta vegna þess að við færðum út kvíarnar og höfðum hugrekki, kraft og þor til þess að gera það? Já, það hreina satt og rétt. En það ekki öll sagan. Við urðum að fylgja straumi tímans. Ef við hefðum, hvað sagði skáldið? Lastaði í laxinn og þar fram eftir göttunum sem fer á móti straumnum. Satt það og rétt. En við þurftum að njóta þess að alþjóða þróun hafréttar var okkur í hag og ekki skemmdi fyrir að skipta máli í köldu stríði. Að eiga hér mikilvæga herstöð og vera af okkar fúsum og frjálsum vilja í varnarbandalagi vestrænna þjóða. En ég tek hér í blálokkin tilvísanir sem eiga sín okkur mikilvægi þess að við áttum okkur á því að tíminn vann með okkur og að tímasetja þurfti ákvarðanir. 1936 erum við hér að deila á þingi og víðar það hvort við ættum nú ekki að færa út lögsöguna. Tekur þá til máls einn efnilegasti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Ólafur Thors, og segir landhelgi hvers lands gilda alþjóðareglur og því ekki hægt að gera öruggar breytingar á þeim nema samþykki annarra þjóða komi til og þá fyrst og fremst Bretlands. Okkar eigin vilji dugur ekki til. Alveg satt og rétt. Umræður næstu skref í landhelgismálum 1947, þá segir Bjarni Benediktsson, nýorðinn utanríkisráðherra, alþjóðalög gilda í þessu efni og við höfum ekki mátt til að framfylgja öðru en því sem stórveldin vilja viðurkenna. Og svona get ég haldið áfram. Við færðum svo út, við færðum frá 3 mílum í 4, lokuðum flóum á fjörðum, köllum yfir okkur Löndunabann í Bretlandi. Það var kolólögleg aðgerð, þar sem einu sinni sannaðist að lög duga ekki ein og sér sem vörn smáþjóðar. Það getur verið svo að við þurfum að glíma við ofurveldi stórvelda. Og einn embættismaður, vinveittur okkur í Bretlandi, í London, sagði: það nú illt til þess að vita að utanríkisráðuneytið breska skuli neita að vinna úr deilunni líkt og gert var gagnvart Norðmönnum vegna þess að Ísland svo lítið og varnarlaust. Því að nota bene Bretar höfðu fært deilu sína landhelgi Noregs til alþjóðadómstólsins og vildu una þar niðurstöðunni, en ekki hér við gerðum nákvæmlega sama hér heima, því að við vorum svo smáir og varnarlausir. Og þar fyrir utan, og nú fer ég að lúka þessu, Bretar þurftu að nokkrum árum síðar að sætta sig við 12 mílna fiskveiði lögsögu í Barentshafi sem sovjetmenn skelltu á þá, án þess að spyrja kongu eða prest. Og hvað gerðu þeir þá? Löndunabann á Sovjetríkin, herskip í Barentshaf? Ó nei, eins og einn þeirra sagði, sem ég þarf kannski að muna án þess að hafa hér minnisblöðu mín: við sömdum við sovjetmenn af því að við höfðum ekki mátt til þess að gera það sem við gerðum undan Íslandsströndum. En hvað viljum við Íslendingar þá? Viljum við að máttur hins sterkar ráði eða viljum við njóta skjóls alþjóðalaga? Ég hygg að saga landhelgismálsins sýni
að við viljum frekar treysta því að alþjóðalög þróist í þá átt sem þau eiga að þróast, í þá átt að vald gildi ekki réttur smáþjóðar sé eins mikill og réttur stórveldis á alþjóðavettvangi. En sum sé, við þurftum að sækja okkar rétt og gerðum það, sýndum hugrekki, kraft og þor í 3 þorskastríðum með átökum á miðlunum, öllum lauk þeim átökum með samningum, með málamiðlunum, hagstæðum, en þarna þurfti til kjark, áræðni og hugrekki, en gleymum ekki heldur hinni megin forsendunni þróun alþjóðalaga sem kom okkur til góða. Og því það ekki svo þegar saga landhelgismálsins sé skoðuð að þar eigi í hlut góðir Íslendingar og eingöngu illgjarnir vondir útlendingar. Þó vissilega megi finna þá þar inni líka, ég ætla nú ekki að draga dul á það. Sum sé, þetta rit hjálpar okkur til þess að skilja sögu Íslands og það samhengi þess sem gerist hér og þess sem gerist út í heimi og hafi höfundar þökk fyrir. Ég hlakka til að fylgjast með umræðum eftir því sem tími leyfir, þarf að hverfa á braut laust fyrir 5 og þá nú líka eins gott að ég fara að hætta að mala og leyfi öðrum að koma af stað. Þakka ykkur kærlega fyrir. Ég þakka Guðna fyrir malið og að koma okkur inn í þessa skemmtilegu bók. Nú ætla höfundarbókarinnar, fyrstur mun Baldur Þórhallsson aðalhöfundur bókarinnar tala, síðan mun hinir höfundarnir koma á eftir og ég ætla bara að kynna þá núna strax og þeir komum bara hér hver eftir öðrum og þá Baldur Þórhallsson sem prófessor við Háskóla Íslands í stjórnmálafræði eins og þið vitið, Þorsteinn Kristinsson sem doktorsnemi við Háskólann í Lundi og Tómas Jóhansen sem hann hefur titil, þetta svo smátt hjá mér verkefnisstjóri á Alþjóðastofnun Háskóla Íslands og rannsóknarsetri smáríki. Og þeir ætla að koma þá og kynna svona kafla í bókinni og Baldur, ekki bara best að þú komir hérna fyrstur og svona setur okkur inn í þetta allt saman. Forseti Íslands, fundastjóri, góðir fundamenn, bæði sem sitið hér í salnum og heimasitið, því það heilmikið af fólki sem skilst mér að horfa á þetta í streymi, mjög gaman að því. Markmiðið með þessari bók rauninni að kanna og reyna að meta hvort að alþjóðasamskipti Íslands hafi verið vanmetin í rauninni sögu þjóðarinnar. Hvort við höfum vanmetið mikilvægi alþjóðasamskipta þegar við viljum skilja samfélagsþróunina hér á landi. Og við erum einkum og sér í lagi að skoða þá rannsóknarspurningu og göngum þá svo langt að spyrja, hafa Íslendingar eftir vill í gegnum aldirnar verið í pólitísku, efnahagslegu og samfélagslegu skjóli útlendinga. Og við erum raunin að nota kenningar í alþjóðastjórnmálum og sérstaklega ekki þessa kenningu skjól, notum sagnfræðilega heimildir og mátum það inn í kenninguna til að athuga hvort við sjáum rauninni eitthvað nýtt. En mér langar nú bara að byrja því að þakka meðhöfundum mínum sérstaklega fyrir að vinna þetta verk með mér, Þorsteini og Tómasi og Sverri sem þessu stattur í Bandaríkjónum sem kom að kenningaskrifunum í þessari bók. Ég hugsa hann sé að horfa á streymið frá Washington í Bandaríkjónum. En við unnum að þessum marga daga og mörg kvöld en rauninni hef ég verið að vinna þessu verki frá 2008 með hliðum að vísu en þeir og við saman svona 2012 til 2018. Einnig langar mig að þakka þeim fjölmörgu sem veitt okkur ráðgjöf og aðstoð og lásu yfir hluta af bókinni. Nokkrir þeirra eru hér saman komnir og eigið þið mikla þökk fyrir. Það er nú bara ekki tíminn til að lesa þá alla upp en þeirra getið í formála í bókinni. Svo veit ég nú ekki alveg rauninni hvaða sjálfspinningakvöt þetta stjórnmálafræðingan þriggja þetta að ákveða að stilla okkur sjálfviljugur fyrir framan stórskotali sagnfræðinga og fornleifafræðinga eins og við ætlum að gera á eftir. En það verður nú kannski komið ljós hvernig það fer og það kannski
Við erum að tala um Íslandssöguna, 1000 ár, 200 blaðsíðna bók, 60 mínútur í framsögu. Þetta kannski eins og að fara með Shakespeare á 5 mínútum. En við ætlum að reyna að gera okkar hvað besta hvað þetta varðar. Hér skipulagið á framsögunum okkar. Ég ætla að byrja, mér langar að segja ykkur frá hugmyndinu baki rannsókninni sjálfri, svo fer ég yfir miðaldatíman. Þorsteinn tekur síðan við sögunni frá því 1500 til síðaskipta og Tómas bara með 500 ár. Það frá síðaskiptum til stofnunar lýðveldisins og ég kem örstutt í lokin með nokkra punkta. Byrjum þá aðeins á hugmyndinni og rannsóknarrammanum. Það sem kveikti þessa hugmynd mína var að velta fyrir sér hvernig sjáum við Íslendingar landið fyrir okkur? Hver svona landfræðileg sjálfsmynd okkar? Og hver svona sjálfsmynd sögunar, ef ég má orða sem svo? Eru við miðpunktur jarðarinnar eða sjáum við okkur sem útjaðar? Hver daglega orðræða í sögunni? Hvernig lýsum við samskiptunum við aðrar þjóðir? Er þetta arðrán eða skjól? Eins og forsendinn nefndi hérna áðan. Ef við byrja okkur að leika okkur aðeins af þessari landfræðilegu sjálfsmynd sem ég kalla svo. Sjáum við okkur sem hluti af stóra heimi? Er öll hinn vestræna menning undir og jafnvel stærri hluti heimsins? Ég ekki alveg viss það að við séum alveg þarna. Hvað með norðurslóðir? Þar sem við erum rauninni staðsett landfræðilega. Gefur norðurskautu og þetta norðurslóða mynd, gefur þetta skýrari sýn á okkar samfélag? Nei, ég ekki viss það. Ég held að við teljum okkur ekkert vera norðurslóðaríki. Það ekki nema í hugarheimi Ólafs Ragnars Grímssonar. sem við erum þar og kannski hann vill taka okkur og verður kannski í framtíðinni. Ef við fikkum okkur áfram, er þetta nær hugmyndinni? Norðurlöndin? Já, við erum kannski að þokast nær, hluta norræna heimi, en Grænland og grænlendingar. Ætla séu allir meðvitaðir það að Grænland okkar nánasta nágrannaríki. Grænlendingar okkar nánustu nágrannar. Er það okkar ímynd? Ég ekki alveg viss það. Er þetta kannski myndin? Ísland, eyja, einangrað, hafið í kringum landið. Hverjir eru vinir okkar? Hvar eru nágrannarnir? Jú, það er fiskurinn í sjónum. Það ekki mjög vona að Guðni hafi ákvað að rannsaka það sérstaklega. Ég held að þetta hafi haft áhrif á okkar söguskýringu og sögumynd. Ef það fara þá aðeins yfir í sem ég kalla sjálfsmynd sögunar. Og þetta náttúrulega þekkt úr sagnfræðin og sagnfræðingar hafa mikið rætt á síðustu árum. Hvað erum við að skoða? Erum við að skoða valdamenn eða almenning? Erum við að fjalla um konur eða karla? Erum við að fjalla um landbúnað eða fiskveiðar eða iðnað í gegnum aldirnar? Og hvernig höfum við síðan sagt söguna? Að mínum mati hefur, þó þetta sé að sjálfsögða breytast og hefur tekið miklu breytingum allra síðustu árum með mjög framsaknum ritum sagnfræðinga. Þá erum við samt á mörgum sviðum í almenni orðræðu í samfélaginu en þá að tala um þessa valdabaráttu og hvar valdið eigi að liggja. Það snýst þetta við þeir góðir slæmir og mikilvægi þess að valdið liggi innanlands. Bara sem dæmi þetta, þegar ég var í gagnfræðaskóla, þá hét bókin þar sem ég lærði Íslandssögu af því ágæta nafni, hún hét Íslandssaga. Ekkert það að athuga. Börnin mín, þegar þau voru í Hagaskóla, ekkert svo mörgum árum síðar, þá hefði svo búið skipt bók sem var það þörf á. Þau lásu 2 bækur. Hvað hétu þær? Það ekki mjög mörg síðan þau voru í Hagaskóla. Bækurnar hétu Sjálfstæði Íslendinga 1, Sjálfstæði Íslendinga 2. Ég held að þetta segja okkur heilmikið sjálfsmynd sögunar og hvað okkur finnst mikilvægt að segja í sögunni. Og það velti maður eins og það fyrir sér og ég velti mikið og mikið velt fyrir mér. Er sagan ekki miklu meira marglaga
heldur en við erum að tala Þurfum við ekki að skoða miklu nánar, samfélagsleg samskipti, þá ég við erlendis, efnahagslega tengslin, viðskiptatengslin og pólitísku tengslin út á diplomasíu og mörgu öðru. Erum við ekki með svo miklu meira sem þarf að fara yfir? Við erum með norska sjóveldið, Kalmarsambandið, kaþólsku kirkjuna, vissulega ensku og þýsku aldirnar, dansku aldirnar. Við erum líka með erlenda sæfara. Og svo náttúrulega breska áhrif og amerísku öldina og kannski kemur að því að við fáum norðurslóða öld Ólafs Ragnars. En þetta mjög miklu marglaða saga, held ég við erum yfirleitt að fókus á í orðræðunni. Og þá komum við að kenningunni. Og við náttúrulega byggjum þennan grunn á þessari bók á kenningum í alþjóðastjórnmálum, í smáríkjafræðum, lítil ríki og lítil samfélög. Þetta var kannski Ísland ekki ríki í þeim skilningi sem við þekkjum í dag, en það var lítið samfélag miðað við Danmörku og Noreg. Og til að gera í stuttu máli, þá eru lítil samfélög oft vanmáttugur heldur en þau stærri vegna til dæmis lítils markaðar sem sveiflast miklu meira heldur stóri markaðir. Lítil ríki verra með að verja sig heldur en stór ríki. Það minni stjórnsýslu lítil ríkjum heldur stóru ríkjum. Þetta ákveðnir vankantar sem lítil ríki þurfa að grípa til sérstaklega ráðstafana til að vega upp á móti. Að þessu leiðir að lítil samfélög eiga miklu frekar hættu að verða fyrir djúpum og erfiðum áföllum þegar þau ríða yfir. Við þekkjum þetta hér hvað efnahagslægðir þannig okkur verða þetta djúpstæðari. Þannig að okkar mati og mati kenningarinnar þá skiptir sköpun fyrir lítil ríki að fyrirbyggja það að þau verði fyrir áföllum. Ef áfallið síðan ríður yfir, þá þarf að hafa aðstoð til þess að glíma við áfallið. Og svo í þriðja lagi, þá þarf aðstoð til að byggja upp eftir áfallið. Og þetta getur verið hvort sem efnahagsáfall, eitthvað í diplomatísku samskiptum eða bara netárásir. Bara svo ég nefni ykkur dæmi. Og smáríki hafa margar leiðir til þess að bregðast við þessu og fyrirbyggja þetta. Auðvitað aðgerðir innanlands og stjórnarstefnan innanlands, auðvitað skiptir hún sköpum, eins og forseti nefndi hérna í upphafi, en það skiptir líka miklu máli, það bandalagamyndun við erlenda bandamenn. Og þar kemur skjólið inn í, ganga jafnvel svo langt að leita skjóls. Og kenningi kveður á það, kenninginu skjól, að lítil ríki þurfa skjóli stærri ríkja og alþjóðastofnana halda, pólitísku, efnahagslegu og samfélagslegu skjóli. Og hvað felst í þessu skjóli? Efnahagslegu skjóli felst aðgangur að sameiginlegu markaði, náin viðskiptasambönd, það getur verið í beinum styrkjum eða efnahagslegum stuðningi. Besta dæmi þetta svo efnahagsaðstoð og stuðningu sem við nutum frá Bandaríkjunum öll kaldastríðsárin. Pólitíska skjólið, það hernaðarlega stuðningur, diplomatísk stuðningur, það norm, gildi og viðmið alþjóðasamfélagsins eins og til dæmis þróun laga og regla varðandi landhelgina. Svo kemur þriðja skjólið sem hið samfélagslega skjól, sem við leggjum mikla áherslu á og segjum þessi ekki síður mikilvægt heldur en hinn. Og þar kemur þetta inn á að það grundvallaratriði fyrir lítil ríki að tryggja að nýjustu straumar og stefnur, nýjustu tækni og vísindi ná inn fyrir landsteinana þegar lítil samfélög eiga meiri hættu á að einangrast heldur en stór. Sérstaklega lítil samfélög sem eru á jaðrinum eins og okkar. Kannski Luxemburg sem hringuðu Evrópu, það er kannski öðru vísi. En við sem erum svona jaðrinum landfræðilega þurfum að gæta sérstaklega að þessu að vera inn í hringiðunni og þar kemur inn menningar og menntatengsl við umheiminn. Síðan getur sjálfsögðu fylgt kostnaður. Það ekki allt gefið í samskiptu ríkja. Bæði þarf að vera einhver sem viljugur til að veita skjólið og svo getur falist tiltekinn kostnaður í þessu eins og við komum inn á eftir í okkar umfjöllun. Og bara sem dæmi kostnað, í fyrri bókinni sem við gáfum út, sem fjallaði tímabili frá lýðveldi til dagsins í dag, bók sem kom fyrir 2 árum, þar töldum við til dæmis þó við séum í varnarskjóli Bandaríkjanna, sem fellur algjörlega inn í þessa kenningu, þá þessi gríðarlega miklu átök sem voru í íslensku samfélagi herstöðina, þetta var kostnaður fyrir samfélagi. Samfélagi logaði stafnan á milli
vegna átakanum Keflavíkurflugvöll. Það bara sem dæmi kostnað sem getur fylgt þessu. Nú ætlum ég að fara yfir á miðaldir og fram til 1400 og byrjum hér á fyrri hluta tímabilsins svo til og með 12. aldar og nú það sko Shakespeare á 5 mínútum. Við leyfum okkur að tala sameiginlegt markasvæði á fyrri hluta miðalda sem var byggt norrænum mönnum á þessu skyggða svæði á myndinni eins og þið sjáið. Noregskonungur og norskir kaupmenn, þeir versluðu í vesturátt, jafnvel frekar heldur til suðurs. Þetta síðan gjörbreytist þegar konungsdæmið flyst til Danmerkur, Hansakaupmenn verða ráðandi og þýskir kaupmenn, þá fara Danir að versla suðurs. Noregskonungur verslaði í vesturátt. Auðvitað var sjálfþurftarbúskapur gríðarlega mikilvægur á þessum tíma, gerum ekki lítið úr því og fræðimenn greinir nokkuð á umfang og innihald útflutnings landsmanna á miðöldum. Sagnfræðingar eru hins vegar almennt sammála það að Noregur Normenn voru nánastir einu sem stunduðu Íslandssiglingar þegar kaupskipaeign landsmanna leið undir lok á 11. öld og orkneyingar hættu að sigla hingað. Þannig það voru tengslin í gegnum Noregskonung og norska kaupmenn sem tryggðu viðskipti að því marki sem þau voru stunduð á þessum tíma á þessu sameiginlega norræna markaðsvæði. Seinni hluti tímabilsins, ég mjög stoltur af þessum myndum. Þó að það einfaldi auðvitað hlutina aðeins, þá ég að vonast til þess að varpi ákveðinni sín á þetta. Það mikilvæga við þessa mynd hérna að það voru einkum og sér í lagi norskir kaupmenn sem sjá viðskipti við Íslendinga og gera það mögulegt fyrir landsmenn að flytja út hvort sem það var vaðmál eða skreið, bæði á norska markað, englandsmarkað og markaði Hansakaupmanna. Og sagnfræðingar telja að útflutningu frá landinu, hann tók mið að eftirspurn á evrópskum mörkuðum á hverju tímabili sögunni fyrir sig. Þetta á til dæmis við vaðmál, skreið, skinn, brennistein og fálka, svona helstu útflutningsafurðir Íslendinga á þessum tíma. Bergen var höfuðstaður Íslandsverslunar, ef ekki rauninni bara höfuðstaður Íslands, og allar útflutningsvörur héðan fóru Bergen. Og Bergen náttúrulega var oft konungssetrið í Noregi. En þessu skjóli norskra kaupmanna fylgdi hins vegar kostnaður sem fól í sér skatta, jafnvel viðskiptahindranir á stundum, íþyngjandi reglur siglingar og birgðaflutninga á vegum norska konungsins. En við teljum eigi að síður að ávinningurinn af þessum samskiptum hafi verið meiri en kostnaðurinn. Lítum aðeins á pólitíska skjólið. Það var í rauninni ekki fyrir ég fór að kynna mér þetta alveg ítarlega og lesa sagnfræðilegar heimildir, hvað ég áttaði mig á því rauninni hvað Ísland og var á rauninni áhrifasvæði norska sjóveldinsins á öllum miðaldartímanum. Og að norski konungurinn, hann taldi sig hafa þó nokkur ítök hér á landinu. Og auðvitað síðan deilt þetta hversu ítökin voru mikil og hvernig þetta var. En þetta taldi norski konungurinn sjálfur og norski konungar töldu það sín heilaga rétt að ráða yfir öllum landsvæðum þar sem norsk tunga og menning réð ríkjum. Og þetta markaði utanríkisstefnu þeirra. Björn Þorsteinsson, sagnfræðingur, heldur því fram að Íslendingar hafi þurft að gera samkomulag við Noregskonung til þess að fá að sigla á þessu norræna markaðssvæði, því þar réðu þeim ríkjum. Þeir þurftu líka vernd rauninni norska konungsins og leyfi til þess að geta rauninni siglt til Írlands, Skotlands, Danmerkur og Frakklands og aðra heimshluta, annars áttu þeir hætt á því að skip þeirra væru gerð upptæk. Þannig að Noregskonungur
var rauninni eini sem hafði rauninni haffarskip til að sigla til Íslands og var eini sem kom til greina rauninni sem verndari íslenska ferðalanga á þessum tíma, en gjaldið eða kostnaður sem þurfti að greiða fyrir þessa vernd var lendingagjald í Noregi og að ganga í herlið konungs ef honum eða konungsdæminu væri ógnað. Aftur kemur náttúrulega kostnaðurinn inn í þetta. Svo var náttúrulega gamli sáttmáli, það var náttúrulega að halda heila málstofu hann, en náttúrulega við þekkjum þessa hefðbunda túlkun á gamla sáttmála að til hans hafi verið stofnað af hálfu Íslendinga til að tryggja siglingar til landsins, koma framkvæmdavaldi í landinu og friði eftir blóðuga borgarastyrjöld. Fyrir þetta var goldið með sköttum og konungur fekk vald í sínar hendur. Íslenski höfðingjar héldu stöðu sínu áhrifum. Þetta svona viðtæka skýring. Nýlega hefur Helgi Þorláksson hins að sett fram nýjar skýringar siglingarnar í gamla sáttmála, en að okkar mat, og við fjöllum aðeins það í þessari bók, þá undirstrikar hans kenningar siglingarnar sem sneru það mikilvægi fyrir höfðingjana, höfðingjarnir voru að takmarka siglingar til landsins, en það skýringar hans miða eigi síður að mikilvægi viðskiptana á þessum tíma og það sem skiptir máli og við erum að undirstrika. Þannig að ef við skoðum gamla sáttmála og þessar hefðbundu skýringar og kenningar Helga, þá fellur þessar skýringar mjög vel að kenningunni skjól. Við erum að leita í skjól voldugs nágrannaríkis, tryggja viðskipti, tryggja samgöngur og að koma lög og reglu í landinu. Í þessu fólst hins vegar fórnarkostnaður við formlega vald færðist til Noregskonungs. Þá eru komin að síðasta hlutanum, samfélagslega skjólinu. Hinn norrænni heimur náði víða eins og sést á þessari mynd, þarf að tala sama tungumálið, norska. Norsk og norræn menning réð ríkjum. Fólk var bundið fjölskylduböndum á þessu svæði og höfðingjarnir giftust innbyrðis á svæðinu. Og því haldið fram náttúrulega að fjölmörgum sagnfræðingum, eins og kemur fram í bókinni, að þeir telja að ráðamenn hafi ekki síst stundað viðskipti og raunir siglingar til að tryggja svona félagslega stöðu sína í samfélaginu. Höfðingjar á hverju tíma fyrir sig töldu sig eiga meira sammerkt með erlendum höfðingjum heldur en sótsvörtum íslenskum almúa. Þannig að vera í nánustu tryggðarböndum við erlendu höfðingja skapaði þeim sess og status og tryggði þeim glamúr og vörur sem þeir gátu síðan skreytt sig með. Og þetta á jafnt við veraldlega höfðingja sem og kirkjunar menn. Og þá erum við kannski komin að kirkjunni hérna og kristninni. Og þá leyfum við okkur að nefna það og máta þetta inn í kenningunum skjól að kristnintakan hér á landi hafði mikil áhrif á í þá vegu að tengja menningu landsmanna við menningu meginlandsins, meginlands Evrópu. Og þá strauma og stefnu sem ríkjandi voru í menningu í Evrópu næstu aldirnar. Og kristnin líklega sá þáttur sem hefur átt mest áhrif í því að samþætta menningu Evrópu yfir höfuð. Það sama á líklega við hér á landi þó að við fjöllum mjög sjaldan það. Og eftir vill hafði í rauninni þessi kristna menning og kristni Norðurlandana meiri áhrif á samþættingu okkar og annara Norðurlandaþjóða við menningu meginlandsins vegna þess að Rómaveldi náði aldrei yfir til Norðurlandana og samþætting Rómaveldi sem átti sér stað á þau tíma, hún náði aldrei yfir til Norðurlandana. Þannig að kannski hefur kristnin ennþá meiri áhrif hér á landi og öðrum Norðurlöndunum heldur en kannski maður kannski telur í fyrstu. Og þá það síðasta myndi hér, varðandi samfélagslega skjólið á sem síðari hluta. Það eru enn og aftur Norðmenn sem tryggðu landsmönnum þessi samfélagslegu tengsl við umheiminn,
Bergen viðskiptamiðstöð Íslands og Bergen fóru öll samskipti fram við umheiminn. Raunin eins og Kaupmannahöfn verður með Kaupmannahöfn síðar. Viðskipti Hansakaupmanna tryggðu tengingu við meginland Evrópu og Eystrasaltið og viðskipti við Englendinga tengingu við Bretlandseyjar. Og Bergen alltaf var mjög fjölmenni staður á þessum tíma. Þar var fjöldi Hansakaupmanna, en það var Bergen ein af 4 helstu verslunarborgum eða verslunarsetrum Hansakaupmanna. Og það var í gegnum þá Noreg sem þessi samfélagslega skjól, sem við sjáum það, og þessi samfélagslegu tengsl og menningar áhrif frá meginlandinu koma á þessum tíma. Takk fyrir. Forseti, fundarstjóri og aðrir góða gestir. Eins og kom fram í máli Baldurs hér að framan var ákveðið samræmi milli þess pólitíska, efnahagslega og félagslega skjóls sem Ísland naut á 13. og 14. öld, enda voru erlend samskipti Íslands fyrst og fremst í gegnum Noreg á þeim tíma. Þetta samræmi átti hins vegar eftir að breytast á 15. og 16. öld á þeim tíma sem ég ætla að fjalla hérna, sem við nefnum oft ensku og þýsku öldina í sögu Íslands. Lok 14. aldar markar upp að þessa tímabils þegar Noregur, Svíþjóð og Danmörk eru sameinuð í eitt ríki við stofnun Kalmarsambandsins. Svo virðist sem Ísland hafi ekki verið nefnt við stofnun sambandsins og fylgdi inn í nýja ríki sem hluti af Noregi. Þungamiðja hins nýja sambands færðist hins vegar fljótt til Danmörkur á kostnað Noregs. Með þessar breytingar varð Ísland því mun afskekktari eining í hinu nýja ríki Kalmarsambandsins en það hefði verið á hápunkti norska sjóveldisins á öldunum á undan. Samhliða þessari þróun þá minnka siglinga frá Noregi til Íslands til muna og þar með það efnahagslega skjól sem Ísland hafði notið af þeim siglingum. En þess í stað byrja Englendingar að sigla til Íslands, bæði til þess að stunda fiskveiðar en einnig til þess að stunda viðskipti við Íslendinga. Konungi leist ákaflega illa á þessa þróun og reyndi að banna Íslendingum að versla við Englendinga. Það gekk hins vegar illa. Íslendingar hreinlega neituðu að fara eftir banni konungs og þeir skrifuðu honum bréf þar sem þeir bentu á að konungur hafði ekki séð til þess að haldnar væru reglubundnar siglingar til Íslands eins og samningar kvæðu á og að Íslendingar hafi þar af leiðandi stundað viðskipti við þá útlendinga sem hafi komið með friði. Af þessum atburðum á ráða að Íslendingar hafi vissum skilningi sóst eftir efnahagslegu og ef til vill félagslegu skjóli með samningum reglulega siglingar til landsins. Jafnframt má sjá að undirgefni Íslendinga gagnvart konungsvaldinu var að einhverju leyti háð því skilyrði að þetta skjól yrði veitt. Enda þegar skjólið hvarf með minnkandi siglingu til landsins frá Noregi í upphafi 15. aldar, hikuðu Íslendingar ekki við að hunsa fyrirmæli konungs og nýta sér þau tengsl sem komu frá Englandi í staðinn. Englendingar sigldu mikið til Íslands fram eftir 15. öld, en á seinni hluta aldarinnar fer líka mikið að bera á komu þýskra Hansakaupmanna til landsins. Ólíkt Englendingum komu Þjóðverjarnir fyrst og fremst til Íslands til að versla og komu að jafnaði á stærri skipum. Þýsku Hansakaupmennirnir náðu smám saman yfirhöndina á seinni hluta tímabilsins og voru í aðalhlutverki í Íslandsversluninni á þeim tíma. Það má því segja að efnahagslegt skjól Íslands hafi fyrst og fremst komið frá enskum og síðar þýskum kaupmönnum á 15. og 16. öld. Þeir norræna konungsríki sem Ísland var að nafninu til hluti af var ófært að veita Íslendingum efnahagslegt skjól í formi nægjanlegra siglinga til landsins. Ekki nóg með það heldur reyndi konungur framan af beinlínis að grafa undan því efnahagslega skjóli sem Íslendingar höfðu með því að banna verslun við Englendinga, þótt að bann hafi haft lítil áhrif. Það því okkar niðurstaða í þessari bók að Ísland hafi ekki notið efnahagslegs skjóls af konungsveldinu á þessu tímabili. Koma Englendinga og Þjóðverja átti einnig eftir að hafa áhrif á innlenda samfélagsskipan. Þjóðverjar sérstaklega komu með minni báta og veiðarfæri og réðu Íslendinga til sín í vinnu til að róa til fiskjar. Íslensku valdastéttinni líkaði þetta illa, enda hafði þetta í för með sér ákveðna samkeppni vinnuafl. Þeir reyndu að stöðva þessa þróun með því að banna útlendingum að dvelja á Íslandi yfir veturinn og settu ýmiss konar bönn og hömlur gagnvart því að Íslendingar tækju sér búsetu við sjávarsíðuna og störfuðu fyrir útlendinga. Með komu enskra og sérstaklega þýskra sjómanna
má því segja að það hafi falist ákveðin efnahagsleg og jafnvel félagsleg tækifæri sem mætti flokka sem skjól í formi nýrra atvinnutækifæra fyrir almenning. Það skjól var hins vegar aldrei nýtt til fulls vegna íhaldssemi innlendu valdastéttarinnar sem óttaðist eigin stöðu og stóð því í vegi fyrir breytingum. Á tímabili var mikil togstreita milli enskra og þýskra kaupmanna sem kepptust Íslands verslunina og kom jafnvel til blóðugra átaka þeirra á milli. En eftir því sem leið á 15. öldina og sérstaklega þegar komum fram á 16. öld náðu Þjóðverjarnir smám saman yfirhöndinni í þeirri baráttu og náðu helstu viðskiptahöfnunum og sitt vald. Skipti þar miklu máli að Danakonungur studdi Þjóðverja í samkeppni við Englendinga. Raunar hvatti Danakonungur þýska Hansakaupmenn til þess að sigla til Íslands til að grafa undan áhrifum Englendinga í kjölfar þess að stríð braust út milli Dana og Englendinga á ofanverðri 15. öld. Danakonungur hafði verið svo gott sem valdalaus á Íslandi fram eftir 15. öld, að öðru leyti en að nafninu til, en nýtti sér nú bandalagið við Þjóðverja til að styrkja stöðu sína og ýta Englendingum út. Þau litlu völd sem Danakonungur hafði á Íslandi voru því mjög háð siglingum Þjóðverja til Íslands og voru það fram eftir 16. öld eða allt þar til danskri einokun og verslun var komið á, eins og Tómas mun fjalla hér á eftir. Þegar kemur að því að meta hvort Ísland hafi notið pólitísks skjóls á þessu tímabili, þá er það okkar niðurstaða að svo sé almennt ekki. Þótt Ísland hafa nafninu til haldið stöðu sinni sem hluta norræna konungsdæminu, hafa geta konungsvaldsins til þess að stýra atburðum á Íslandi ákaflega lítil. Og að svo miklu leyti sem konungur hafði einhver völd, er erfitt að sjá að þau áhrif hafi verið nýtt Íslendingum í vil. Þegar kemur að félagslegum og menningarlegum tengslum Íslands við umheiminn, má segja að þau hafi orðið mun fjölbreyttir á 15. og 16. öld, en þau höfðu verið á fyrri öldum. Þessi tengsl kom íslenskum og þýskum kaupmönnum sem fluttu nýjar vörur til landsins sem hefðu ekki sést áður, en einnig fóru Íslendingar í auknum mæli til Englands og meginlands Evrópu og fluttu þaðan sjálfir evrópska áhrif tilbaka til Íslands. Loks er mikilvægt að nefna að kaþólska kirkjan í Róm, sem á þessu tímabili fór að hafa mun beinni áhrif á skipan kirkjumála á Íslandi en áður. Biskupar af ýmsum þjóðernum voru nú skipaði beint að páfa. Þá hafa rannsóknir sýnt að bygging og starfsemi klaustra á Íslandi voru undir sterkum beinum áhrifum frá klausturum í Evrópu og að starfsemi þeirra verði að skilja í ljósi þess að þau voru hluti af alþjóðlegu stofnananeti kaþólsku kirkjunnar á þeim tíma. Það er því okkar niðurstaða að Ísland hafi notið félagslegs skjóls í gegnum margvísleg tengsl sín við Evrópu á þessum tíma, tengsl sem ekki lengur einskorðuðust við norræna heim, heldur tengdu okkur beint við ýmsa hluta Evrópu. Ef við tökum þetta saman, þá er það niðurstaða okkar Ísland hafi ekki notið pólitísks skjóls á ensku og þýsku öldunum, enda landið að mörguleyti leikvöllur, erlendra afla og konungsvaldið ófært að halda uppi lögum og reglum. Á sama tíma nutu Íslendingar hins vegar efnahagslegs og félagslegs skjóls af þessum fjölbreyttu samskiptum og áhrifum sem komu til landsins víðs vegar að úr Evrópu. Það sem þetta tímabil kennir okkur skjólskenninguna er að það er alls ekki sjálfgefið að það sé neitt heildarsamræmi milli pólitísks, efnahagslegs og félagslegs skjóls. Þvert á móti geta ólíkir erlendir aðilar haft ráðandi áhrif á mismunandi þjóðfélagssviðum í alþjóðasamskiptum smáríkja. Þar að auki sýnir þetta tímabil vel að það getur verið ákveðin togstreita milli mismunandi tegunda skjóls. Íslendingar nutu ekki pólitísks skjóls vegna þess hve konungsvaldi var veikt á 15. öld. En ef áhrif þess hefði verið meiri, hefði það sennilega komið niður á efnahagslega skjólunum sem Íslendingar nutu af verslun við Englendinga. Að lokum, þá sýnir þetta tímabil að skjólskenningin verður að taka ríkari tillit til þess hvernig erlend áhrif geta haft mismunandi áhrif á ólíka samfélagshópa. Í stað þess að líta á smáríki sem órofa heild, þá verður skjólskenningin að taka tillit til þess að valdastéttir í smáríkjum koma stundum í veg fyrir að almenningur njóti efnahagslegs og félagslegs skjóls í formi nýrra atvinnuhátta og tækifæra sem koma að utan ef þau telja að slík tækifæri ógni stöðu þeirra á völdum. Takk fyrir. Forseti, fundarstjóri, góði gestir. Ég ætla að fara yfir kaflana 2 í bókinni dönsku aldirnar og að fara hérna yfir 400 ára tímabil í sögu landsins. Þetta eins og gefur að skilja
margbrotið tímabil og það verður mikil þróun á samfélagi og samfélagsháttum bæði á Íslandi og í Danmörku á þessum tíma. En við ætlum bara að vinda okkur beint í niðurstöðurnar og fara yfir þetta í þessari stuttu ræðu. Siðaskiptin marka þá breytingu að samhliða þeim má segja að ríkisvald Danakonungs hafi færst yfir Ísland. Konungur herti völd sín yfir landinu og sá ófriður sem ríkt hafði á landinu milli Englendinga og Þjóðverja og íslensk yfirstétt hafði einnig verið hluti af stöðvaðist. Í kjölfarið hófst tiltölulega friðsælt tímabil í Íslandssögunni, sérstaklega fyrir almenna bændur, sem nú þurftu ekki að berjast í liði höfðingja sinna fyrir málstað sem skipti þá ekki miklu máli, heldur fengu þeir að lifa friðsælla og öruggara lífi. Við sjáum því hérna, ekki ósvipað því sem Baldur fór yfir áðan, að það átti sér stað svipuð atburðarás á 13. öld. Þá hafði koma erlend ríkisvald til landsins þau áhrif að kveða niður innanlandsátök og þannig stuðlaði friðsamara samfélagi fyrir almenna bændur. Við sjáum einnig að með tilkomu dansks ríkisvalds eru gerðar ýmsar breytingar á stjórnarháttum landsins. Breytingar eru gerðar á dómskerfi sem hafa það í för með sér að almenningur og landsmenn verða jafnari í augum laganna en fyrr og sterkara ríkisvaldi fylgdi einnig uppbygging stjórnsýslunnar á Íslandi. Verkaskipting var skýrari og embætti voru nú í meiri mæli byggt á menntun og verðleikum en ekki á fjölskyldutengslum og klíkuskap eins og áður fyrr. Þessar umbætur á ríkisvaldinu eru í anda þeirrar þróunar sem að eiga sér stað í Evrópu á þessum tíma og fylgir Ísland þannig þeirri þróun í gegnum stefnu Danakonungs. Við lítum svo á að landsmenn hafi notið samfélagslegs skjóls af því að fylgja þessari alþjóðlegu þróun. Tímabilið sem umræðir að sjálfsögða stórum hluta litað af einangrunarverslun Dana á Íslandi. Megin markmið þessarar verslunar var að útiloka aðra en Dani frá Íslandsverslun og gerði hún þannig Íslendinga algjörlega háða Dönum varðandi innflutning og útflutning á vörum og vann hún að þessu leyti gegn hagsmunum Íslendinga. Meginþorri landsmanna tapaði á þessu verslunarfyrirkomulagi og því ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu en að Danir hafi ekki veitt Íslendingum efnahagslegt skjól með þessari stefnu. Þetta var þó, höfum það samt í huga að þetta var alþjóðleg stefna sem gekk yfir Evrópu og Ísland var bara hluti af henni eins og aðrar nýlendu þjóðir í Evrópu. Samhliða einokunarversluninni var þó stunduð umfangsmikil launverslun af enskum, hollenskum, frönskum og baskneskum sjómönnum við landið sem veitti að einhverju leyti efnahagslegt skjól. Þessi launverslun var mikilvæg fyrir landsmenn því að gegnum hana þá fengu landsmenn oft betri viðskiptakjör heldur en hjá dönskum kaupmönnum. Þeir fengu vörur sem að danskir kaupmenn útveguðu ekki og þeir fengu líka vörur á tíma þar sem mest þörf var fyrir þar á landinu. Launverslunin var sérstaklega mikilvæg á þau ár þar sem dönsk skip skiluðu sér illa til landsins af einhverjum ástæðum. Þegar við horfum til pólitísks skjóls erum við einnig að líta til varna landsins og þeirrar aðstoðar eða skjóls sem landið hefur til að tryggja þær. Jaðarstaða Íslands var á fyrri öldum mikilvægasta vörnin gegn utanaðkomandi átökum. Á 16. og 17. öld urðu þó miklar tækniframfarir í siglingum sem gerðu það verkum að Ísland færðist sífellt nær Evrópu þar sem siglingar til landsins urðu auðveldari og í kjölfar þess byrja sjóræningjar að vera ógn fyrir landsmenn. Þeir sóttust helst eftir að ræna kaupskipin og fiskiskipin sem sigldu til Íslands en komu þó líka á land eins og frægt dæmi eru Danir sendu herskip á Íslandsmið til þess að vernda skip sín og hagsmuni á Íslandi sem veittu Íslendingum að einhverju leyti vernd gegn sjóræningjunum. Skjólið í þessum efnum var ekki mikið og jaðarstaðan skipti ennþá að langmestu leyti var langt mikilvægust í þessum efnum en sú vörn sem var til staðar kom þó fyrst og fremst frá Danmörku. Eftir Napóleónsstríðin var Danmörk í sárum og Ísland á yfirráðasvæði Breta bæði pólitískt og efnahagslega. Danir gátu ekki veitt Íslendingum neina vernd, siglingar stöðvuðust til landsins og landið var alveg varnarlaust. Bretar höfðu náð fullum yfirráðum yfir Norður-Atlantshafi og stýrðu svæðinu eftir sínum hentigleik. Þeir leyfðu Íslendingum á tímum að ferðast breskt yfirráðasvæði og leyfðu siglingar skipa frá Íslandi til Danmerkur þannig að nauðsynjar bárust til Íslands. Við sjáum svo sambærilega atburðarás eiga sér stað í fyrri heimsstyrjöldinni. Bretar hunsa hlutleysi Íslendinga og stöðva siglingar til og frá Íslandi á stríðsárum. Á stríðstímum.
Þegar þeim hentar, þá opnaði fyrir þær aftur. Danir voru orðnir að í rauninni smáríki í Evrópu og höfðu enga getu til þess að veita Íslendingum pólitískt eða efnahagslegt skjól á stríðstímum. Ísland reynir að leita skjóls í gildum og viðmiðum alþjóðakerfisins sem hlutleysi ríkja í vonum að geta tryggt öryggi sitt á þann hátt. Þetta var stefna sem hafði reynst Norðurlöndunum vel, en það ljóst að Ísland gat aðeins verið hlutlaust svo lengi sem Bretar virtu hlutlausið. Bretar hafa í raun og veru öll völd yfir Íslandi í hendi sér. Þeir sýndu því samt lítinn áhuga að taka landið yfir. Ísland því áfram hluti af Danaveldi, en í raun hluti af Danaveldi með leyfi Breta. Þegar komið fram á 19. öld gátu Danir ekki lengur tryggt varnir landsins, en þeir veittu engu að síður umfangsmikið skjól í gegnum diplómatískan stuðning og einnig í efnahagsmálum. Miðja 19. öld komið á verslunarfrelsi á Íslandi og fljótlega eftir það tekur efnahagur landsins að vænkast sem sýnir greinilega mikilvægi frjálsra viðskipta fyrir smáríki eins og Ísland og það skjól sem opin og frjáls viðskipti veita fyrir smáríki. Ný tækifæri mynduðust á Íslandi vegna frjálsra viðskipta og fór fjármagn að vera hluti af íslenska hagkerfinu í fyrsta sinn. Danmörk var ennþá mikilvægasta viðskiptalandið og var fjármagn og þekking sem kom þaðan undirstaðan í þeirri nútímavæðingu sem átti sér stað í hagkerfinu á Íslandi og í samfélaginu öllu. Ráðist var í stóra framkvæmdir eins og hafnagerð, umbóta á vatnsveitu og fleira. Og ennfremur var þetta fjármagn undirstaðan í nútímavæðingu fiskveiðiflotans í byrjun 20. aldar. Ísland var orðið hluti af alþjóðahagkerfinu og fann því vel fyrir sveiflum í því. Langmikilvægasta útflutningsvaran var að sjálfsögðu fiskur og mátti hagkerfi landsins ekki við því að sá útflutningur stöðvaðist, eins og kom berlega í ljós þegar markaðir í Suður-Evrópu lokuðust á 4. áratug 20. aldar. Við lítum svo á að ein af meginstoðum pólitísks skjóls sé líka diplómatískur stuðningur sem smáríki þarfnast, sérstaklega í ljósi smára stjórnstýrissinnar. Danir veittu Íslendingum umtalsvert skjól á millistríðsárunum við að bæði sjá að framkvæma utanríkisstefnu landsins en einnig við að gera viðskiptasamninga fyrir hönd Íslands og Ísland fekk einnig vera hluti af þeim samningum sem Danir gerðu við önnur ríki. Í seinni heimsstyrjöldinni verður svo getuleysi Danmerkur til að veita Íslandi pólitískt og efnahagslegt skjól á stríðstímum aftur greinilegt. Eftir innrás Þjóðverja í Danmörku árið 1940 tóku Íslendingar alfarið yfir stjórn eigin utanríkisstefnu þar sem klippt hafði verið á sambandi við Danmörku. Bretar hertaka Ísland og veita þannig Íslandi ákunnuleyti vernd frá mögulegum yfirráðum Þjóðverja. Formlega var stefna Íslands svo að landi væri hlutlaust, en það vann engu að síður með bresku og bandarísku herliðunum til að tryggja sér hagstæða viðskiptasamninga við þessi lönd og tryggja stuðning við stofnun lýðveldisins árið 1944. Ísland var því komið í pólitískt og efnahagslegt skjól Bandaríkjanna við lok tímans. Ég ætla svo að fara sérstaklega yfir samfélagslega skjólið. Ef við horfum til samfélagslega skjólsins, þá fullurum við að Ísland naut mikils samfélagslega skjóls á hálfu Dana á tímabilinu. Tengslin við Dani gera það verkum að Ísland hluti af evrópsku menningarsvæði og þekking og hugmyndastraumar sem urðu til þar þeir komu til Íslands í gegnum Danmörku. Íslenska valdastéttin sótti sér upphefði gegnum þessi tengsl, sérstaklega fyrir hluta tímabilsins, en þau voru einnig til hagsbóta fyrir almenna borgara sem nutu góðs af þeim breytingum sem urðu á hlutverki ríkisvaldsins á tímabilinu. Ísland naut þannig góðs af stefnu Dana í til dæmis menntamálum, heilbrigðismálum og öðrum sviðum samfélagsmála, sérstaklega þegar áhrifa upplýsingarnar fóru að gæta af alvöru í Danmörku. Íslensk menning naut einnig vaxandi virðingar í Danmörku á tímabilinu og óhætt að fullyrða að Danmörk gegndi stærsta hlutverkinu í að varðveita íslenska menningararfleifð sem síðar var undirstaðan í myndun sjálfstæðs ríkis. Stuðningur Dana við Ísland í menntamálum skýrt dæmi samfélagslegt skjól af hálfu Dana. Menntunarstig á Íslandi var tiltölulega lágt á 16. öld og fáir Íslendingar sóttu sér háskólamenntun. Í kjölfar siðaskiptanna juku Danir aðgang fátækra Íslendinga að menntun og ákvað konungur að veita Íslendingum styrk til þess að auðvelda þeim að sækja sér menntun í Kaupmannahöfn, sérstaklega þeim fátækari. Smátt og smátt jókst sókn Íslendinga í menntun í Kaupmannahöfn sem gerði það verkum
að menntunarstig á Íslandi var mjög hátt með aðra hluta danska ríkisins í kringum 1918. Íslendingar nutu þessara forréttinda, það aukins aðgangs að háskólastofnunum í Kaupmannahöfn fram til 1918, mun lengur heldur en aðrir hlutar konungsríkisins. Eftir því sem líður á tímabilið, sérstaklega í kjölfar upplýsingar og frjálslyndisstefnu, sá danska ríkið það í auknum mæli sem skyldu sína að huga að velferð almennra borgara. Það var aðalega íslenska yfirstéttin sem var mótfallin þessari stefnu Danakonungs vegna þeirra auknu álaga sem þær settu á yfirstéttina. Þannig að líkt og á 15. og 16. öld sjáum við hér dæmi erlent skjól sem strandar á íhaldssamri innlendri valdastétt. Margar umbætur náðu þó fram að ganga á endanum og á endanum var það danska stjórnin sem greiddi fyrir megnið af þeim breytingum sem gerðar voru og var aðal hvatamaðurinn í að drífa þessar umbætur áfram. Þegar kom svo fram á 19. öld voru tengsl Íslendinga við umheiminn orðin margbreytilegri og voru samskiptin við fleiri lönd en bara Danmörku. Samfélagslega skjóli kom þó engu að síður fyrst og fremst áfram frá Danmörku. Menntamálin voru áfram mikilvæg, bæði háskólamenntun en ekki síst líka iðnmenntun. Íslendingar höfðu aðgang að þessari menntun í Danmörku. Danir sá einnig að viðhalda samgöngum til landsins með siglingum póstskipa og verslunarskipa sem voru svo einnig nýtt til farþegaflutninga. Svona til að draga saman eða koma með einhverja niðurstöður af þessu þá eins og titlar bókakaflana tveggja gefa til kynna, þá nutu Íslendingar skjóls af hálfu Dana og líka á tímum af hálfu annarra þjóða á þessu tímabili. Við höfum þó einnig sýnt fram á það að þó að landið njóti skjóls á einu sviði, þá þýðir það ekki að njóti skjóls á öllum sviðum og það ekki alltaf samræmið þarna milli. Á fyrri öldum sérstaklega þýddi sterkt ríkisvald það að viðskipti landsins einskorðuðust við það svæði, andstætt hagsmunum smáríkisins sem farnast best þegar viðskipti eru frjáls og opin og landið getur auðveldar beint viðskipti sínu ganga sem hagi þessi best borgið. Við sjáum einnig að þrátt fyrir að það séu ýmis dæmi það að stefnumál Danmerkur og Danakonungs hafi ekki veitt Íslandi skjól, þá þegar á heilt litið erfitt að líta svo á að erlend yfirráð og samskipti Íslands við Danmörku og umheiminn hafi verið óhagstæð fyrir landið á þessum tíma. Tengsl Íslands við Danmörku tryggðu að landið var hluti af hinum evrópska menningarheimi sem hafði mikil samfélagsleg og efnahagsleg áhrif hér á landi og tryggðu það að landið nútímavæddist samhliða evrópskum löndum. Þessi þróun og nútímavæðing samfélagsins hefði verið mun seinni og erfiðari ef ekki hefði verið fyrir tengslin við danska konungsveldið. Ísland naut ekki mikils pólitísks skjóls frá Danmörku hvað varðar varnir landsins en diplomatískt skjól var umtalsvert við gerð viðskiptasamninga og aðstoð við að framkvæma utanríkisstefnu landsins. Við lok tímabilsins réðu Bretland og Bandaríkin yfir Norður-Atlantshafi og tryggðu varnir Íslands þegar á reyndi og naut Ísland umfangsmikil skjóls frá þeim í þeim efnum. Takk fyrir mig. Og þá bara örstutt í lokin samantekt nokkur orð. Heildarniðurstaða bókarinnar sú að mikilvægi alþjóðasamskipta í sögu þjóðarinnar eru vanmetin og að kostnaðurinn sem oft á tíðum sagður hafa fyrst fylgt þessu samskiptum ofmetin. Þannig höfum við í rauninni verið í umfangsmiklu, efnahagslegu, pólitísku og samfélagslegu skjóli nágrannaríkja, kaþólsku kirkjunnar og erlendra sæfara. Samskipti landsmanna við umheiminn eru þannig mjög mikilvægur þáttur í því að átta sig á því samfélagi sem þróast hér á landi og við búum í dag. Skjólið eins og við höfum farið held ég vonandi vel yfir var hins vegar mjög mismunandi eftir tímabilum og á stundum var kostnaðurinn á samskiptunum meiri heldur en ávinningurinn. Takk fyrir. Já, ég þakka kærlega fyrir þessa hröðu yfirferð yfir bókina
Núna ætla 2 sagnfræðingar og 1 fornleifafræðingur að ræða bókina svona á kannski á svolítið gagnrýnni hátt, komið sjónarhorn frá úr öðrum áttum. Það eru þá Steinunn Kristjánsdóttir, prófessor í fornleifafræði, Viðar Pálsson, prófessor í sagnfræði og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagnfræði. En áður en ég gef þeim orðið þá ætla ég að taka fram að eftir að umræðum lýkur að þá verður hér boðið upp á léttar veitingar, þannig að endilega ekki hverfa braut fyrir en að umræður eru búnar, svona til þess að halda ykkur í sætunum. Mér var svona lagt upp, þetta átti að leggja upp þannig að þau 3 ættu að gefa svona stutt komment á bókina og innihald hennar og þær kenningar sem að hún setur fram. Ég reikna með að þau myndu öll geta talað í klukkutíma minnst hvert en það ekki boði. 2-3 mínútur komment til að byrja með en síðan eiga að vera samræður og bæða milli þeirra og höfundana og síðan við ykkur í salnum. Þannig að ég ætla bara að biðja ykkur að byrja og þið megi ráða í hvaða röð þið talið. Það kannski ekkert óeðlilegt að verði þá bara Viðar, Steinunn og Ragnheiður. Það ekki svona lógist? Bara tímaröð? Já, það svona nokkurn veginn í þeirra sérhæfi tíma. Þarf ég að tala í hljóðleimann eða heyriði í mér? Já, ég veit ekki hvað hann grípur mér nálægt hérna. Já, þetta var Shakespeare á 5 mínútum eins og sagt var og þá var þetta Shakespeare á 1 mínútu, það sem við höfum að segja. Ég er reynda mjög hrifinn af Shakespeare á 5 mínútum og vil reynda bara hrósa höfundum fyrir að færa okkur bók sem að náttúrulega þegar öll Íslandssagan er undir þá gæti hún auðvitað verið mjög löng en ég held að það sé ákveðin kostur að fá þetta bara svona mjög straumlínulagað og þetta auðlesið og tesan mjög skýr og gangurinn mjög svona það mikil samfella í bókinni þannig að ég mjög hrifinn af þessu 5 mínútna konsepti. Það auðvitað, ég hripaði niður hérna fjölmörg atriði einstök efnisatriði sem ég get ekki rætt en bara svona örlítið kannski snert á nokkru sem við getum kannski rætt hér á eftir. Það auðvitað fyrst mjög djarft að smíða kenningu sem á að beita á allar þessar aldir. Er það hægt að bera saman Ísland á nútíma, 20. öld, 19. öld saman við samfélag á 10. öld og þá sérstaklega því að náttúrulega í kenningakaflanum kemur fram að kenningarnar sem verið að beita eru reistar fyrst og fremst á empíriskum rannsóknum á nútíma samfélögum eða svo nær okkur í tíma. Þannig að miðaldasagnfræðingurinn ég var mjög skeptískur strax áður en ég tók upp bókina en svo var ég mjög ánægður með hvernig kenningunni var beitt. En þetta auðvitað svona aðferðafræðilegt spursmál og ég hafði líka gaman að því sem að þegar hefur verið rakið hér svolítið hjá höfundum að það eru að ræða 3 sjónarhorn og hvert tímabil síðan máta við þessi 3 sjónarhorn að þau náttúrulega gangi ekki alltaf saman. Á einstökum tímabilum hefur 1 sjónarhorn meira vægi en annað þannig að ef við ætlum að spyrja hvert af þessum 4 höfuð tímabilum nýtur einhvers jafnvægis þar sem eitthvert skjól á öllum sviðum þá það nú helst á fyrsta tímabilinu sem að þýðir þó að þetta bara mjög íhaldssöm bók og segir að það hafi verið gullöld í upphafi en svo hafi alltaf verið svolítið ójafnvægi við getum reyndar svona diskutera það nánar en ég hafði líka gaman að því að velta því fyrir mér svona aðferðafræðilega sem getum rætt að hversu miklu marki þessi 3 sjónarhorn eru skilmerkilega skilgreind. Mín reynsla á bókinni var svo að efnahagslega sjónarhornin væri kannski svolítið skýrast pólitíska sjónarhornið var svolítið flóknara en það var viðráðanlegt en þá vekja athygli á því að eina sjónarhornið, eina sviðið, eina skjólstegundin sem þið telja hafi verið viðvarandi alla tíð sé samfélagslega skjólið og það víkur svona að öðrum punktum sem ég að hripa hjá mér að stundum verið að tala samfélagslegt skjól á mjög breiðum grundvelli þannig að það eiginlega hægt að sníða það nánast hverju sem það svolítið sópkista og það, ég veit ekki alltaf hvort að það kostur mögulega en samt mátt vakna til með spurningar sem að Steinunn mun kannski tala meira sem varðandi kirkju og kristni að það eru alþjóðlegar stofnanir og alþjóðlegar hreyfingar og ekki alltaf gott að sjá að þó að það sé samfélagslegt skjól að mörgu leyti í þeim að hvort að það sé sérstaklega við smáríki því að það er skjól fyrir alls konar hópa og sem sé valda formgerðir og annað í Evrópu sem tengist ekki bara smáríkjum þannig að ég var hrifnastur af
efnahagsskilgreiningunni og henni pólitísku en samfélagslega skilgreiningin fannst mér svolítið opin. Getur rætt það. Ég ekki búið með tíman minn hreinlega? Ég læt þetta nú næja en ég með ýmis önnur atriði svona eitt og annað og það má þetta nýta í eitthvað þegar farið á svona skömmum tíma yfir en ég held að kostirnir séu alveg pottþétt meiri í bókinni þannig að ég fagna þessari bóku. Ég held hún sé mjög góður umræðu grundvöllur og veiti svona nýtt sjónarhorn. Þannig að þakka kærlega fyrir það. Já, komið sæl. Ég get nú bara tekið undir flesta því sem að þú segir Viðar og ég vil óska höfundum til hamingju með þessa flottu bók og mikið þarft verk að skrifa á svona rit og mér finnst þetta vel gert og ég bara algjörlega sammála því að alþjóða samskipti hafi verið vanmetin í rannsóknum á Íslandssögunni lengi og getur vel verið að ég sé líka þar en ég hef verið að reyna að vekja athygli á því að Ísland hefur aldrei verið eyland þannig í þeim skilningi. Við hefum alltaf verið í tengslum við útlönd og ég held að sé, og mér fannst að takast vel einmitt að þó að sé svona skautað yfir söguna, ég verð að segja það, að þá takist það vel að færa rök fyrir því að þessi samskipti hefur allatíð verið mikil og svo náttúrulega spurning hvort að það hefur falið sér vel sælt og hvort það hefur verið til góðs, það getur verið. Ég held að það hefur verið mismunandi eftir tímum. Við höfum ekki hennar samanburð en ég get að því að, já, að þessi leið, þetta sagan okkar og en við gætum kannski borið ykkur við kannski frumbyggja ykkur staðar sem ekki hefur til þess að reyna að skoða það hvað hefði gerst ef ekki verið í þessum tengslum. Og ég bara sé það og við nefndi hérna með kirkjuna bara ef við tekjum okkur dæmi að mér finnst til dæmis bara eins og þegar verið að tala kristnitökuna, hún var nú nefnd hér að það eins og einhver hefði bara, já Þorgeir hefði lagst undir feld á Þingvöllum og ákveðið þetta en þetta bara hlut af svo mikið stærri heild og þetta var ekkert og undanþáurnar sem við fáum hérna hrossakjötsát og allt þetta er bara sama að vera að gerast í öðrum löndum kristnum í Evrópu. Þannig að mér finnst svona að vera búið að horfa ómikið inn á við í það og eins höfðingjaveldið það búið að stúdera það alveg í tætlur sko, finnst mér næstu því og alveg bara þangað til góða valdi tortíndi sjálfur sér á 13. öld en ég og það einmitt svona fær kirkjan ekkert pláss og ég hef nú verið að rannsaka klaustrin og mér hefur fundið svona og mér finnst að koma vel þarna fram og mætti reynda að koma betur fram kirkjan og það er kannski það sem að þarna með svona klaustrin litir á það sem einhver útlenskt fyrirbæri hérna og eitthvað svona í staðinn fyrir að líta á það sem hluta af íslensku samfélagi á miðöldum og það er einmitt þarna, ég ætla nú ég veit ekki, misti tíman en en það er kannski þarna að koma því á eftir að mér fannst þið hefðu kannski mátt kveða fastara orði með kirkjuna og ég saknaði svolítið að heyra ekki meira talað erkibiskupsstólinn og erkibiskup, það var meira að tala Noregskonung en það kirkjan og erkibiskup að mínum að þetta hafi mikil völd hérna og náttúrulega erkibiskup náttúrulega bara framlenging á Róma og Páfagarði og Páfanu þannig að það og í sambandi við fiskveiðarnar og náttúrulega fiskveiðarnar kannski líka angi af þessari hugmyndafræði sem kaþólska kirkjan kemur með föstunni að nú 40 daga ári sem að allir Evrópubúar voru bara fisk og það fiskneysla eykst mjög mikið en já, þannig að það svona kannski hefði viljað sjá það meira en ég held að þið takið svolítið mið af þeim heimildum sem þið hafið og þeim rannsóknum sem hafa verið unnar en ég tók eftir því, fyrsta lagi saknaði ég fleiri fornleifafræðinga, fleiri kollega minna sem ég veit að að vinna mikið að efnismenningunni sem segir mikið söguna til dæmis risastór rannsókn Hansa kaupmanna Norður-Atlantshaf en það líka þarna ég ætla að bara hætta en þarna það líka sagnfræðingar ég sakna stundum sagnfræðingar líka sko þarna að til dæmis í sambandi við hjúskapamálin sem allir Agnes Arnórsdóttir hefur stúderað mikið eða rannsakað mikið og Auður Magnúsdóttir og vegna þessi hjúskapamál og nýjar lög og hugmyndafræði þau kom með kirkjunni einkvænið og þetta frilluhald sem að páfinn að reyna að stoppa og allt þetta bara þetta höfðingjavald náttúrulega byggði á því
og þetta bara skiptir svolítið miklu máli að mínu mati þessi þáttur, ekki bara efnahagslega, en þetta var samt mjög tengt hagfræðinni og eins líka refsingar á miðöldum og það Lára Magnúsardóttir sem rannsakað það mjög mikið að það refsingarnar á hjúskapamál þetta eru kerfi sem að kirkjan kemur með og skiptir mál. En ég ætla bara að hætta núna en vonandi getum við koma aftur inn bara til hamingju aftur. Já, þetta svona svolítið í kappræðu formi, ég mjög stressað með tíman, en bara ég byrja að þakka ykkur fyrir að hafa lesið svona mikla sagnfræði. Það var svo gaman að lesa bókina og sjá að þið hefðu lesið alla þessa sagnfræði og auðvitað gætu við bent á einhver rit sem að við hefðum viljað að þið myndið lesa. Ég nefni til dæmis rannsóknir Hrefnu Róbertsdóttur á Landsnefndinni og einokunar tímabilinu og þessum hugmyndum danskra yfirvalda breytingar á íslensku samfélagi á 18. öld og Sumarliði Ísleifsson hefði líka getað gagnast ykkur og Íris Ellenberger kannski. En samt þetta mjög imponerandi samt að sjá hvernig þið setjið þetta saman og ég held að helsti styrkleiki bókarinnar sé sá að þið náið að setja útskýra hvað þið ætlaði að gera með skýrum hætti og þið bara svona fylgið því eftir og standið við það og það þetta er svona skýrt og gagnsætt og ég held að ykkur takist líka vel það sem þið setjið ykkur að gera að sýna fram á að svona þessi söguskoðun sem við kennum við sjálfstæðisbaráttuna að hún standist ekki og það eru þetta í samræmi við það sem sagnfræðingar hafa verið að gera á síðustu áratugum og þess vegna hafið þetta miklu að moða. Samskipti Íslands við umheiminn hefur verið svona megin rannsóknarsvið sagnfræðinga undanfarin 20-30 ár og ég man til dæmis á fyrsta söguþinginu sem var haldið 1997 þá var annað megin þemað var Ísland og umheimurinn. Þannig að, og ykkur þá svo sem orkun líka, þið hafa ekki náð kannski að lesa allt sem að við hefum skrifað. En ég sammála Viðari í því að mér finnst þetta með samfélagslega skjólið vera kannski svona erfiðast viðfangs. Ég samt mjög þakklátt ykkur fyrir að hafa það með því það gríðarlega mikilvægt en það mjög erfitt að ná utan það stundum. Og það sem að gerist að þið verðið kannski svolítið háðir þeim heimildum sem þið eruð að nota og sem ekkert allar og þá tapast kannski hlutir og til dæmis gæti ég nefnt að þið svona veljið að skoða kannski hvert land eða landsvæði fyrir sig og samfélagslega áhrif þess í staði fyrir að skoða kannski heildina sem í meiri samræmi við það kannski sem að sagnfræði hefur verið að gera undanfarið að skoða þverþjóðleg áhrif en ekki áhrif hvers ríkis fyrir sig á minni samfélög og svona þverþjóðlega hnattræna ferla og þarna gætu kannski aðrir kenningasmið í félagsfræði og stjórnmálafræði nýst kannski til þess að endurbæta kenningun ykkar. Ég að hugsa til dæmis kenningar eins og félagsfræðingsins Sidney Tarrow sem að skoða hnattræna ferla, ég veit ekki hvort þið hafið þekkið hann og þá náum við að taka inn kannski meiri fá sjónarhorn frá og sjá betur atbeina ólíkra þjóðfélagshópa og þetta á við kannski til að koma á 19. og 20. öldina, til dæmis verkafólks, kvenna og svo framvegis sem þið náðu kannski ekki að fanga með ykkar sjónarhorni. Og svo langaði mig líka til þess að taka eitt dæmi úr textanum sem að mér finnst kannski sýna svona takmörkunin á þessu sjónarhorni ykkar og aðferðafræði. Dæmi það að þið náðu kannski ekki alltaf að fanga þessar flóknu breytingar sem að verið að fjalla og þetta úr kaflanum samfélagslegt skjól á tímabilinu frá 1815 til 1944.
og þetta náttúrulega gríðarlega mikið efni, þannig að þetta svona svolítið kannski ósanngjarnt að vera að höggva í þetta hjá mér, en ég nú komin til þess, eins og Baldur sagði, að skjóta á okkur, við erum hérna stórskotalið eða ekki. En þetta sem sagt í kaflanum samfélagslegt skjól 1815 til 1944 og honum lýkur á þeirri ályktun að Ísland hafi í lok seinni heimsstyrjaldar orðið vestrænna heldur en það var áður. Og þetta kannski ekki útskýrt nákvæmlega hvað það þýðir að verða vestrænna, en af því sem að kemur á eftir þá má ráða að það feli meðal annars í sér aukið frelsi, tækifæri til framþróunar og aukna velmegun. Og það sem að gerist þegar maður les þetta að maður fer að manni finnst skína í gegn stórsögulegar hugmyndir vestræna nývæðingu og framfarahyggju sem hafa svolítið mikið verið gagnrýndar í sagnfræðirannsóknum á undanförnum árum. En þetta breytir því ekki, sem aðalatriðið, að þið náið mjög vel að stilla upp því sem þið ætlið að gera og standið við það og bókin mjög læsileg og skemmtileg. Þannig ég óska ykkur bara til hamingju með hana. Ég þakka ykkur fyrir og nú komið að þá almennum umræðum fyrirspurnum, diskussjón bókina, kenningar hennar og kosti þess og galla að taka svona á málum eins og þeir gera. Við höfum svona kannski 30-40 mínútur, eitthvað svo leiðist, þannig að ég bara ætla að opna hér fyrir fyrirspurnir. Þið getur með í bregðast við, ef að koma fyrirspurn úr sal þá þarf ég að endurtaka þær, ekki vegna þess fyrir þá sem að heima sitja, þannig að þeir fá að heyra, en þannig að það mikrofónarnir nema ekki mjög vel það sem gerist í salnum, en orðið laust, Már. Já, ég þakka ykkur fyrir þessa kynningu og þessa kenningu sem ég finnst reyndar mjög sannfærandi og hefur þótt líka úr fyrirbókinni, en þá bara spurningi hvað það tekið langt. Og vegna þess að þið segja alþjóðasamskipti hafa verið vanmetin í sögunni og kostnaðurinn ofmetinn af þá alþjóðasamskiptum. Og mér þótti svolítið orðræðinni í aðdraganda þessar fundar ekki að ykkar hálfu ýmissa annarra sem var að fjallum að nú var að verða þessi fundur og það nú undirstrika hvað alþjóðasamskipti séu mikilvæg. Að taka þetta aðeins yfir í nútíman og spurja ykkur út í það sem ég held að þið séu ekki að segja. Og það spurningum það, er meiri alþjóðavæðing, meiri alþjóðleg samþætting undir öllum skilurinn góð. Og ég held að það sem kannski svolítið á langt gengið vegna þess að við þekkjum bara mjög þetta og sögunu og nýlegri sögu. Það sem að hún hefur gengið á langt, dæmina frá fjármálakreppan og aðdragandi hennar og sérstaklega Ísland, þar sem fjármálaleg samþætting Íslands heiminn gekk alltaf langt og var á hættulegum og göfnuðum grunni og það var mikið kostnaður í fólki. Þið erum alltaf ekki alltaf fram að það ekki að vera ábata kostnaður, ábatareining og gagnrýn hugsun, einstök verkefni varðandi þessar hluti en finnst ykkur alþjóðasamskiptin vera vanmetið líka í nútímanum en ekki líka að ganga langt? Þú endurtekur þetta. Ég ætla ekki að endurtaka alla spurninguna, en kjarni í spurningarinnar og sem ég held að sé mjög gott að fá hérna upp, og það spurningin sem sagt svo, eru þessi alþjóðatengsl, flóknu og miklu alþjóðatengsl, eru þau alltaf til framfara til góðs? Ef ég má byrja, svarið einfallega nei. Vegna þess að kostnaðurinn á stundum getur verið meira en ávinningurinn. Þú nefndi sjálfur fjármálakrísuna og kannski vegna þess að það var ekki hugað að þessu litla markaðsvæði og litla bakhjarl sem íslenska ríkisvaldið fyrir bankana. Það var kannski ekki hugað að því. Og annað dæmi kemur upp í hugan aukin alþjóða samþætting góð og alþjóða væðingi sem talað endilega kostur fyrir Íslendinga
pólitískt, efnahagslega og samfélagslega að fara í sko enn meiri til samvinnu sko við Kína eða Rússland. Það þarf ekkert endilega að vera. Kannski jafnvel bara betra heima setið og við séum í okkar vestræna menningarheimi með þessar 3 þætti sem ég var að nefna. Þannig að það alls ekki fylgni þarna á milli og það að skoða það í hvað skipti. Ég stundum sagt, ég hef ekki á þetta spurningu, að áður en ríki, þá í nútímanum, gengur inn í svona skjólsamband við stærra ríki eða alþjóðastofnun, þá grundvallaratriði að meta kostin og gallann. Að gera sem ég kalla ensku cost and benefit analysis á því hverjir það eru og svo að taka ákvörðun það hvort það eigi að auka samskiptin eða leita skjóls. Já, þetta er gott dæmi svona alþjóðavæðingu nýlendustefnan, hún var kannski ekki alltaf góð fyrir það sem urðu fyrir henni. Spurningar? Já, takk kærlega fyrir þessa kynningu og gaman að heyra frá sakfræðingum líka. Spurningu sem sagt ávinningur á sviði efnahags- og pólitísks skjóls oft á kostnað í samfélagslega skjólinu. Við lítum á til dæmis menningu og hnattvæðingu eða jafnvel sögulega þegar dans og söngur var bannaður. Spurningin sem sagt hvort að þið efnahagslega og pólitíska skjól geti valdið því að gengið á samfélagslega skjól í svona alþjóðasamskiptum. Er það eitthvað minnstur sem að þið geti séð? Þegar kemur að svona sem við kallum togstreitu milli mismunandi tegunda skjóls, það höfum við kannski helst séð togstreitu milli pólitísks og efnahagslegs skjóls. Frekar heldur pólitísks, efnahagslegs og hins vegar félagslegs. Þannig að á þeim tímabilið sem við erum að skoða þá það gjarnan þannig að við teljum Ísland vera að njóta efnahagslegs skjóls þegar það kannski ekki pólitískt skjól, en pólitíska skjóli gerir hins vegar það verkum að efnahagsleg tækifæri landsins eru ekki jafn fjölbreytt og þau höfðu öðrum kosti verið. Þannig að varðandi spurninguna þína hvort að það kom á kostnað samfélagslega skjólsins, þá get ég ekki séð það niðurstöðum okkar að það sé einhvers konar kerfisbundið með þeim hætti, eiginlega þvert á móti ef eitthvað er. En þetta kemur í sjálfum sér pínulítið inn á það sem að Viðar og Ragnheiður sérstaklega töluðum áðan með samfélagslega skjóli og hvernig við skilgreinum það. Og ég held að það hafi verið ákaflega réttmæt ábending hjá þeim að það er langt lausasta skjólið í okkar svona kenningaramma. Og sumuleyti þá fellur allt inn í samfélagslega skjólið sem ekki annarkvort pólitískt eða efnahagslegt. Við vildum hafa það með kannski vegna þess að við töldum að þessi atriði væru vanmetin þegar við skoðum utanríkissamskipti Íslands í sögulegu ljósi. En þegar kemur að því að segja hvort Ísland hafi notið félagslegs skjóls eða eitthvað svoleiðis, þá er kannski gallinn, ekki gallinn, eða allavega svona erfiður hluti í kenningunni sá að það er erfitt að koma með svona counterfactual, nú skortum við bara gott íslenskt orðið með það. Hvað er? Hvað ef heitir það? Hvað ef spurningin er alltaf svolítið flóknari þegar kemur að félagslegu skjóli heldur en þegar kemur að pólitísku efnahagslegu. Við getum sumuleyti auðveldar gert okkur í hug og lund hvað verður ef einhver bannar samskipti Íslands, hvað verður ef einhver bannar okkur eða gerir eitthvað pólitískt í Ísland. Við getum ímyndað okkur þar betur. Það að spyrja hvað er spurningarinnar, hvað ef Ísland hefði ekki þróast menningarlega og samfélagslega með öðrum þjóðum í gegnum aldirnar, hvað hefði þá verið? Það er hvað ef spurningin sem liggur að baki spurningunum hvort Ísland naut félagslegs skjóls eða ekki. Þess vegna verður alltaf aðeins meira loðið fyrir okkur þegar við erum að fullyrða að Ísland hafi verið í félagslegu skjóli eða ekki og þar af leiðandi náttúrulega alltaf mun auðveldar líka að gagnrýna kannski niðurstöður okkur út frá þeim þáttum. En við lítum hins vegar svo á að þessi atriði væru það mikilvæg í utanríkissamskiptum Íslands í gegnum aldirnar að það væri mjög betra að hafa þetta með í kenningaramman. Baldur. Já, við langar bara að þakka sérstaklega vel fyrir góðar ábendingar frá ykkur og kemur sér betur inn á fjölmarga þætti þess á eftir varðandi samfélagslega skjólið. Rauninni er vandi stjórnmálafræðinnar og alþjóðasamskipta fræðigreinarinnar það að það hefur ekki verið nægilega tekið tillit til samfélagslegra og menningarlegra þátta. Stjórnmálafræðin og alþjóðafræðin
eru miklu meira að fjalla sko pólitíkina og efnahaginn og það sem við erum að gera, við erum eiginlega að þreyta ákveðna frumraun þarna með því að leggja svona mikla áherslu á samfélagslega þætti og við leyfum okkur að vera svo róttækir og segja að þeir séu jafn mikilvægir eins og hinn en við höfum ekki eins sko sterkar bara kenningulega grunn að byggja á það er bara að segja það eins og að út frá okkar eigin fræðu og þetta er náttúrulega miklu rauninni meira við sagnfræðina sem þið hafið verið að skoða sagnfræðin og fornleifafræðin að skoða þetta heldur en okkar fræðigrein en við teljum að við þurfum okkar fræðigrein þurfum að skoða þetta miklu meira og þurfum rauninni að bara finna leið til þess að ná utanum þetta og við það sem við reynum að gera er að kafa hún í ákveðin dæmi eins og sko Tómas var að fara yfir að skoða bara menningu sko menntunina hvernig hefur menntun í gegnum kaupmannahöfn áhrif á okkur hvernig sko þau höfðingjarnir voru heimsækja hina höfðingjarna hvernig það hafði áhrif þannig að frekar fara hún í einstök dæmi til þess að reyna að sjá umfangið og sjálfsögum getum ekki gert allt Komment, Kristín þessa nýju bók, þannig að hún byggja bara spurninguna á erindunum sem voru flutt hér. Í samtímanum þá kannski oftast eins og í tengslu við skjólið þá eru ríkisstjórnir hina aktífa gerandi sem að sækir skjólið. Í erindunum núna þá ekki kannski koma alveg skýrt fram hver hinn virki gerandi á þessum tímabylum og kannski það líka breytilegt eftir tímabylum. En það væri áhugavert að heyra þessum nánar, þetta eitthvað sem gerist eða ykkur virkt að sækja sér þessar 3 tegundir af skjólum? Það sem Kristín að spyrja og ég held sem ég mikilvæg spurninga, það er eiginlega spurningin það hver svona drifkrafturinn í því að í þessari þróun í þessum skjólssamskiptum við umheiminn eru það af hvað miklu leyti þetta rekið áfram af ríkjónum eða hvað miklu leyti þetta rekið áfram jafnvel af einstakum borgurum og þetta kannski þá mismunandi á milli þessara tegunda skjóla og milli tímabila. Stórt spurt. Og ég að svara stuttlega. Sko, mismunandi margir ólíkir gerendur og eftir tímabilum en samt myndi ég vilja segja að það einn alþjóðlega þróun sem eiga sér stað á hverjum tíma fyrir sig, hvaðan sem hún kemur, sem ég held að sé vanmetin í okkar sögu. Og við vissulega, sko, eins og Ragnheiður var að fara yfir, við rekjum til dæmis áhrif til okkar á Íslandi frá Kaupmannahöfn og frá Bergen. Við förum ekki í það að sko, hugmyndir Kaupmannahöfn bara koma frá Þýskalandi. Og við getum ekki gert allt í bókinni. Skilurðu, það komum bara gegnum Kaupmannahöfn og það komum bara gegnum Bergen. Eða gegnum kirkjuna, sko, við höfum ekki svigrúm til að fara mikið lengra. En sko gerandin það bara þegar gerast í kerfinu, hvort sem konungsvaldi var að styrkjast eða veikjast. Til dæmis og yfir 1400 þá fara bara englendingar rauninni smá sem eiga haffarskip og þá bara birtast þeir við strendur Íslands. Skiljiði. Og auðvitað á stundum frumkvæði tekið hérna annars staðar konungs, þannig það bara mjög mismunandi sem við reynum svona 8 okkur á þessu tímabilum á þess að kannski geta farið yfir hér í ræðunum. Þeir vilja bæta ykkur við? Tómas? Kannski bara að þegar við erum að skoða skjólið og hver nýtur þess og hver að sækja það, að þá séum við kannski fyrst og fremst að líta til þess hvort að atburðir eða skjólið sé sem sagt, fyrir almenna borgara og sem sagt, landsmenn í heild. Af því að það er náttúrulega þannig að það getur alltaf einhver hagnast á hverju sem eða þú veist það geta verið slæmir hlutir að gerast við, einangrunarverslun til dæmis og það alveg einhver yfirstétt á Íslandi sem að hagnast það við en við kjósum ekki að líta svo á að það hafi verið skjól, ekki það bara fyrir þennan einstakling en þá að þessi meiri kostnaður þar. En það er nú bæta þess að það efast ekki þessi erlendu áhrif og þau eru mjög mikil á ólíkum tímum en það sem ekki hugur að hvort Ísland sé bara leiksoppur, hvort þau bara einhvern veginn hellist yfir Ísland eða hvort að það sé verið að virkja þetta skjól á aktífan hátt. Og síðan þarna á hinum einu borðinu sem ég líka að spyrja sko. Já, kommenta og svara bara endilega. Ég skal byrja. Ég var eiginlega með þessa spurningu á blaði líka að mörgu leyti. Það að segja þessa spurningu atbeina, hver leikandinn
gerandinn, eins og þú segir. Og sko, ég sagði áðan að það hefur verið mjög þjóðþjóðlegir í að finna jafnvægi í þessum sviðum öllum á þjóðveldisöld. Svo eru þið líka þjóðþjóðlegir í því að gefa einokunarversluninni vel á baukinn. Og þar náttúrulega talað að íslensk yfirstétt hafi hamlað framförum í sjávarútvegi og Íslendingar hafi selt fisk á undirverði gegn því að fá niðurgreidda vörur að utan. Og þetta var þá rök með einokunarversluninni að Íslendingar væri tryggð þessi verslun og ákveð úrval af vörum á hóflegu verði, en þetta greiddu Íslendingar fyrir það með því að selja frá sér fisk langt undir raunverði. Og þar kemur fram að íslensk yfirstétt hafi sko staðið gegn þessum breytingum og frekar viljað svona reiða sig á landbúnaðar skipulagi sem þeir þekktu og voru vaxnir upp í. Og síðan hefur verið deilt það, Axel Kristinsson verið að tala þetta, sko, hvort að þetta séu raunhæfar hugmyndir, að menn hafi haft það val að efna til sjávarútvegs á Íslandi og umbylta samfélaginu. En þá alltaf þessi spurning atbeina og þetta svolítið lagt upp þannig í bókinni stundum, finnst mér, að Íslendingar hafa alltaf haft fyrir sér skýra valkosti. En þá má líka spyrja, sko, ef við vekjum nú fólk upp frá dauðum, frá einokunartímanum og kannski eitt frá 12. öld og láta það að lesa bókina, myndu þeir þekkja þennan kenningaramma, sko, myndu þeir kannast við að þessi kostir væru á borðinu fyrir fram á þá. Og þetta ekki bara þá spurningar sem þú ert að benda á, sko, að Íslandi einhverju leyti fylgir alþjóðastraum öðru, en að hversu miklu leyti hafa einstakir leikendur á hverjum tíma einhverja valkosti. Við leggjum þeim oft upp í hendur eins og þeir hafi einhverja valkosti. Og ég spurði oft sjálfan mig og nótiraði niður þegar ég las að Íslendingar hefðu gert eitt eða annað, þá spurði ég, hvaða annan kost áttu þeir? Og þetta víkur líka að því, sko, að Íslendingar víkið að því upphafi bókarinnar þetta, að Ísland gekkst undir erlent vald og var formlega hluti af erlendu ríki, og þá ekki alltaf gott að segja hvað við höfum að kalla okkur. Það er Helgi Þorláksson hefur skrifað það nýlega, sko, hvað eigum að kalla Ísland, hjálendu, skattland, nýlendu, hvað, því að stað okkar svolítið óljós, en það ekki alltaf ljóst hvaða kosti við bara yfir höfuð eigum. Þannig að oft finnst mér eins og þið ætlið leikendunum svolítið fleiri kosti og meira vald heldur þið kannski hafa yfir sögulegri framvindu, sko. Þannig að, já, svo kannski spurning mín til ykkar, haldið að fólk á dögum einokunar eða á 12. öld, veljum eitthvað, Sæmund Fróða eða eitthvað, að hann myndi botna eitthvað í þessari bók, þessi kenningarammanum. Myndi þetta make eitthvað sens? Baldur? Ég held að sem við erum að reyna að gera einfaldlega að taka þá, sko, ákvörðun sem var tekin á hverju tíma fyrir sig af hvaða orsökum sem hún var tekin. Og ég er alveg sammála þeir höfðu ekki þessa mögulega valkosti fyrir fram að sig, og ég held að á þessum tímum hafi menn hver og einn hvað sem var Noregskonungur, norski kaupmenn, íslenski höfðingjar, voru fyrst og fremst að hugsa sjálfa sig, ef ég á að reyna að giska. Og ég held að við reynum að bara taka hver var ákvörðunin og hvaða afleiðingar hafði hún. Fól hún í sér að við vorum í skjólið ekki, það sem við að gera. Hvaða áhrif hafði hún á, sko, samfélagsþróunina. Ég hafði þetta gaman að því hún sagði í upphafi, sko, að við séum að styrkja hugmyndina gullöld á miðöldum, en þá vil ég, sem nú helst að, sko, þjóðernistáknu okkar, þjóðveldi. Þetta var bara svona í ganni, sko. Já, en það var svo skemmtilegt. En gullöldin á miðöldum, á okkar mati, kemur til vegna þess að við höfðum pólitískt, efnahagslegt og samfélagslegt skjól. En ef það var gullöld á miðöldum, þá kemur, og það sem þú ert að benda á, það var, þessa þrennt var bara á miðöldum. Og kannski var gullöld út af þessu, sko. Ég hafði ekki endilega hugsað það, sko, fyrir þú fórst að segja það. Þetta skjól, þetta þrennt var til staða bara þá. Ég var að benda á að þetta hefði verið undir meðvitund ykkar. En það var ekki, sko, ég held að, sko, íslenska söguskoðun sé að við sköpuðum þjóðveldi sjálf. Gullöldin tilkomin vegna okkar ákvarðana. Og innanlandsbúin til, sko. Kannski svo ég fá að bæta hans við þetta svara, svo ég komi nú aftur að beinta spurningunni þinni, sem ég skildi sem svo hvort spurningin væri hvort að kenningin gerir ráð fyrir því að smáríki sem slíkt hafi einhvers konar gerenda hæfni til að sækja sér skjól á hverjum tíma. Og ég held að stutta svara við því sem nei, kenningin gerir ekki ráð fyrir því. Við metum erlend samskipti Íslands í gegnum aldirnar
út frá því hvort það hafi verið skjól af þeim eða ekki, þótt klárlega sé það þannig og sum af þeim áhrifum hafði við ekkert að segja hvort við fengjum eða ekki. Steinunn? Já, ef við bætum í þetta. Já, þarna, ég ætlaði nú að spyrja aðeins uppbygginguna bókinni sem getur endar verið með tengt þessu með, já, áherslan sé kannski meira á efnahagslegt og pólitísk skjól heldur en félagslegt og það það ég fór að velta fyrir mér af hverju skiptiði miðaldum upp með þessum hætti frá 1400 til síðaskipta og svo fyrir hluta miðhalda og en ég að velta fyrir mig hvort það sé með tengt fiskveiðunum og efnahagnum og því frekar heldur en þessu félagslega og af því að ég hefði sett mörkin við 1300 cirka þá 13. öld og ástæðan fyrir því með tengt kirkjunni sem ég hef verið að tala hér að það eftir sem sagt að staðamálum líkur af því að og það aðeins verið nefnt hérna að það náttúrulega Páfagarður og í gegnum erkibiskup í Noregi að þeir taka þetta valda af Íslendingum 1238 að skipa íslenska biskupa og bara, já, í æðstu embætti kirkjuna sem hún náttúrulega líka ábótar og abbadísir og það svona þar sem þetta að kvarnast úr þessu opbóðslega sterka höfðingjavaldi hérna og það náttúrulega Pái byrjar að innleiða kirkjuvaldsstefnuna á 12. öld í Evrópu en svo það ekki fyrir bara með stofnun erkibiskupsstólsins í Niðarósi sem 1153 sem að þetta fer að verða erfiðara hér að standa á móti kirkjunni eins og túlkun sögunar hefur verið og það alveg merkilegt í raun og veru að því að það svona andstæð með kirkjuvaldsstefnu Pái stendur eiginlega lengst á Íslandi held ég og endar ekki fyrir með staðamálunum en það kemur og þetta náttúrulega fyrir að kvarnast úr sem gamla sáttmála að bara eins og ég sagði áðan að goðaveldir svona hálf tortími sjálfu sér það hver höndin upp á móti annari og verður svona veikara valdið hér og kirkjan næri með þessum völdum þannig að 1300 þá einmitt þetta og klaustrin fara að blómstra og það miklu meira þá þannig að það var bara það sem var að velta fyrir mér af hverju völduði 1400 þá þetta efnahagslegum skjóli og já. Takk fyrir þetta Steinunn. Ég tek út í hvert orðhjáði með kirkjuna og eflaust hefði við getað gert meira úr því og fjalla meira það en við förum samt ítarlega yfir áhrif þess sem það hefur á íslenskt samfélag þegar biskuparnir fara að koma frá meginlandi Evrópu. Við förum yfir það og hvernig áhrif meginlandsins fara að verða meiri samskipti sem verða sem okkur fannst hafa svo mikil áhrif og það það sem við erum að miða við. Þess vegna erum við 1400. Já, takk fyrir. Mér datt það í hug Pía. Já, hafandi verið svolítið á hliðarlínunni að fylgjast með þetta verk verða fískra varða langaði mig til þess að óskum til hamingju. Virkilega gaman að þessu, ég reyndar ekki með þessa bókina en eitt sem ég voru að spá í var að við erum að hlusta núna á dálítið skemmtilega og lifandi umræðu þar sem verið að takast á kannski svolítið að mismunandi fræðasviðum hvort þið sjáu fyrir ykkur í framhaldinu að langa til þess að halda áfram rannsóknum þar sem þið leitir kannski bara beint í smiðju þess að leiða saman nokkur fræðasvið til þess að skoða. Pía spyr hvort að við ætlum ekki bara að fara í eina sæng hérna sagnfræðingar og stjórnmálafræðingar. Ragnar, vildu þú kannski, varst þú að biðja? Nei, ég ætla bara að biðja að fá að tala á eftir. Já, ok. Algjörlega, ég held að verkefnið myndi bara njóta góðs að því að taka einn sjónarhorn frá fleiri fræðasviðum og enn og aftur þá sérstaklega þegar við erum að líta til þessara hugmyndastrauma og allt þetta hérna í kringum samfélagslega skjólin, þá það þáttur eins og hefur komið fram bara sem kannski
hefur verið minnst þróa hjá okkur og þarfnast kannski smá brýningar, held ég. Spurning hana? Sko, bara sjálfsögðu, og ég held að við séum í háskólaheiminum sem allt og einangruð okkar í eigin fílabörstöfni. Skilur, það eru stjórnmálafræðingarnir sér, svo eru hagfræðingarnir sér, skilur, viðskiptafræðingarnir, svo eru tungumálin sér og svo koma sagnfræðingarnir og fornleifafræðingarnir og við erum alls ekki að vinna nógu mikið saman. Og sko, menn ég sko spurja okkur beint, sko, hvernig þorið þið í stjórnmálafræðingar að vinna með heimildi sagnfræðingar? Skilur, sko, eins og það sé eitthvað orðið svakalega viðkvæmt eða erfitt, skilur, við verðum bara að leyfa okkur þá að gera mistök ef við gerum mistök. En við verðum að held ég að fá að tala miklu meira saman og nota heimildi frá hvert öðru. Veitir hvað, við erum ekki að nota með þessi heimildi frá hvert öðru. Við erum bara með ramma, við bara vittum í heimildir í stjórnmálafræði, alþjóðastjórnmálum, eða bara innan síðan tungumáli eða sagnfræði eða fornleifafræði og förum ekki víðar. Þetta er ekki gott fyrir fræðin eða bara samfélagslega umræða, ég held. Þessi, já. Ég ætla að segja svo, ég var svo blaðamaður og mamma og kaffi sem klík. En ég var alltaf fyrir mig gegnum all þessi allar þessar aldir. Þá hafði svo sem engin erindi hingað erlendis frá með þess að veiða fisk. Og menn voru ekki að koma til veiða. Þessi samskipti sem við að tala þjóðverjar, Bretar og annað, þetta náttúrulega við á mjög litlum svæðum og ég velti því fyrir mig, var höfðingjavaldið innlenda svona sterkt í gegnum allar þessar aldir að þeir létu þetta viðgangast, þess að halda sinni stöðu innan þess. Spurningin sem sagt hvort að það raunverulega að höfðingjavaldið á Íslandi hafi á einhvern hátt raunverulega takmarkað, er ekki það? Þá hvernig þessi möguleikana í þessum alþjóðlegu samskiptum og skjólsleit Íslendinga? Já, það er stórt og spurt. Höfðingjavaldið náttúrulega, já, hindrar að einhverju leyti samskipti Íslands við umheiminn og við... Það er aldrei heilt þetta þjóðverðarnir eða fengi Íslendingar þess að veira á máli. Já, og svo það sem mér fannst rosalega áhugavert þegar ég var að vinna þetta, bara út frá þeirri sagnfræði sem ég lærði í skóla og þannig, bara þessi umfangsmikla launverslun sem átt sér stað við landi líka. Það sem að fiskimenn sem komu til landsins voru að versla við almenna borgara og þá var það almenna bændur og þá er sem sagt farið framhjá höfðingjastéttinni og landsmenn að sækja sér skjól eða stunda viðskipti þvert á það sem að kannski höfðingjastéttin eða kaupmenn hefðu viljað. Þannig að það er farið framhjá þessu þar. Auðvitað skipta fiskveiðarnar líklega mestu máli þegar kemur að þessum samskiptum en ekki bara fiskveiðar. Sérstaklega fyrir hluta tímabilsins þá var bara eitt markmið rauninu höfðingjastéttarinnar að vera í félagslegum samskiptum við höfðingjastéttir í öðru löndum. Það voru ekki endilega viðskiptið annað og því sagnfræðingarnir hafa ítarlega farið yfir þetta sem við vitnum í bókinni, bara félagsleg samskipti út af félagslegum samskiptum til þess að efla sér status og virðingar. Svo voru líka viðskipti launverslunin og þetta er mismunandi eftir tímabilum í sögunni, stundum voru líflega viðskipti og hér voru jafnvel 40-50 hafnir, litlar, litlar hafnir og verslaði mörgum fjörðum og svo eru líka náttúrulega bara einfallega meira að hafa samskipti vegna kristninnar, vegna trúarinnar, Eyjafjallasteinu, bara út af henni og ekki tengdum neinu kannski öðru, ekki steinu kannski kemur inn á það, já. Já, einmitt, ég held að það gæti verið og það var mjög sterkt hérna, en ég held samt að það hafi, þessi völd höfðingja hafi nú minnkað þarna einmitt upp úr 1300, þannig að það er kannski eftir það sem að það breytist, en það kemur hérna stór stétt, það er mjög ríkur aðall líka og ég bara tekið eftir því að þessir, hann nú nefndir hérna Björn Þorleifsson og einhverju fleiri svona ríkir menn aðalega og ríka konur líka en sem eru alveg bara pari við klaustrin sem hljóta að hafa haft einmitt mikil völd í þessu sambandi hérna með fiskveiðar og annað og já, bara stórveldi þannig en allt öðruvísi heldur en var fyrr á miðöldum þú kannski getur tekið um það ákveðin stétt, landeigendur annars konar yfirstétt já sterkasta tíð já
Ragnheiður. Já, mér langaði bara að byrja á því að þakka Þorsteini kærlega fyrir að koma upp með þennan punkt með hvað ef söguna, því ég var svo oft sem þegar ég var að lesa þar sem var verið að tíunda jákvæð áhrif á Ísland frá Danmörku til dæmis og þá hugsaði ég já en ekki hvað, sem sagt, ég meina já, þau eru jákvæð en er það beinlínis vegna þess að við vorum í tengslu við Danmörku og hvað ef við hefðum ekki verið í tengslu við Danmörku hefði þetta þá ekki gerst. Þannig að mjög jákvætt að heyra því hafið sem sagt séð þessi vandkvæði á því að formúlera þetta svona og geða ykkur grein fyrir þeim. Það er mjög traustvekjandi. Ég ætlaði mér langaði samt, það er ein svona spurning sem leitaði á mig bara leið og ég opnaði bókina og auðvitað fór ég líka pín í vörn eins og Guðni og fleiri þegar var verið að setja þetta upp en svo róaðist ég nú fljótt sko en það er samt þessi spurning, þessi fullyrðing að jákvæð erlend áhrif á Ísland hafi verið vanmetin og þá hugsaði ég alltaf hver hefur vanmetið það? Eru það við sagnfræðingarnir eða hver er það sem að ykkar mati sem hefur vanmetið þetta? Ég held samt að þið meinið ekki að það séu við sagnfræðingarnir. Fyrst... Það er ekki rétt. Eða vonar það. Það er rétt það. Eða vonar það. Fyrst og fremst í almenni umræðu, en það er líka athyglisvert að skoða það. Sko, við byrjum að vinna þetta verk 2008, en sérstaklega kannski frá 2012. Bara á það tímabili þegar við erum að skoða frá 2012 til 2018 er að koma mjög mörg verk í sagnfræðinni sem varpar í skýrari ljósi á alþjóðasamskipti Íslands. Þau voru ekki til staðar 2012 þegar við byrjum að skrifa þetta. Til dæmis viðskiptasaga Íslands sem kemur út í stóru 2 bindum kemur út bara 2017-18. Þessi frábær bók Guðjón Friðrikssonar og Jóns Þórs, hún kemur bara nýlega komin út úr tengslu við Kaupmanna. Skiljiði, þannig þegar við erum að fara af stað með þetta, þá vantaði bara stóra rauninni blaðsíður í Íslandssöguna að mér fannst. Rauninni líka frá sagnfræðingunum, en svo er þetta að koma. Skiljiði, þannig að það er líka það sem við vorum að kalla á í byrjununa. Og fornleifafræðin, maður velti stundu fyrir sér, stundu velti fyrir mér og ég sagði það líka, ég les sagnfræðiheimildir, þeir eru ekkert að vitna í fornleifafræðin. Fornleifafræðin er ekkert endilega að vitna í sagnfræðingana. Kannski ég farið með vilsu, ég veit það ekki. Nei, skiljiði, og þetta verðist líka bara 2 ólíkir heimar. Og fornleifafræðingin hefur sko fullt fram að færa og ég sammála því að við hefðum átt að skoða það betur. Skiljiði, við getum bara ekki gert allt. Sko, þannig að við erum að vísa í almenna umræðu í samfélaginu. Við getum bara farið yfir í orðræðu bara svo margt, sko. Hvort þessi, sko, erlegt eignarhald á Mílu, 3. orkupakkinn. Það kemur eins og skotu arður á útlendingarna. Þannig að það er svona í henni almennu umræðu, frekar heldur en í sagnfræðirannsóknum. Það er svo sagt svari sem ég var að óska eftir. En ekki í sögubókunum sem börnin mín voru að lesa fyrir 10 árum í Hagaskóla. Það er algjört vanmat. Þá er ég að gagnrýna þau skrif, hver sem skrifaði það skilurðu. En þá er ég við líka gagnrýna sagnfræðingarna að því mig leitunum til. Þó að það séu sko staðan í dag er allt önnur eins og heldur var fyrir 10 árum. Ég ætla að opna á eina spurningu áður en að við slítum þessu. Já, takk fyrir þetta. Það er bara skemmtilegt og grípar spennt fyrir að lesa bókina. Það sem var kannski bara lífskjör íbúa landsins í gegnum þetta tímabil, að meta tímabilin og bara hvernig við stóðum og til hvað í gegnum þetta og þessi áherslu samfélagslega pólitísku erðnastöðum. Og þá fær maður bara byrja þessi tímabil þróast í telja gullöldina og þá byrja með þjóðöldina og hvað þetta hefur verið. Þannig að það væri mjög áhugaður. Bara venur Íslendingur bara hvernig þetta var og hvernig þetta þróast í landina. Og síðan fer maður bara að velta fyrir sér hvað nákvæmlega þurfum að hugsa bara næru og geta endað við 44. Svo erum við gerandi í jákvæmna hlutum. Það er aðildir að NATO, varnarsamningurinn, svo kemur þjóðöldin og setur Íslandi ákveðið samhengi og ákveðið lífskjör og annað. Og ég held að við höfum aldrei líf og hefði ekki að góða tíma og bara hlutast við alla þjóðir heldur en akkurat núna. Bara lífskjör og annað. En það væri rosalega áhugavert að því svona út frá fræðigreininum sem er nú verið að gera hérna að blanda þessu saman. Ef stjórnmálahlutin, sagnfræðin, efnahagslega hlutin og annað væri við tengt með einhverjum svona hætti inn í þessar nútíma sögu okkar sjálfstæði. Fyrir einhver sagnfræðingur finnst kannski bara á
stuttu tími, 77 ár eða hvað þetta er orðið okkur, til að meta bara þessa þróun, sko. Þannig að hvað ef það ekki þetta, ef það ekki verið NATO, ef það ekki verið varnarsamningum, ef þjóðöldin ekki komið og við erum orðið samgöngumiðstöðin. Þetta er eiginlega bara svona mín útgáfa af himnu, sko. Þannig að það eru samgöngunar og það er skipin og skipaflutningar og þetta. Þannig ég held að væri bara, ég er bara hvet ykkur til að skoða bara frá sjálfstæði, frá 44, í eitthvað samhengi hluta, en þannig að stundum finnst maður bara Íslendingi ekki stundum átt að segja hvað við erum búið mikið forréttindi í þessu landi í dag og hvað erum við stödd, bara sögulega. Ef maður hugsaði þegar þeir að skoða þetta fyrir 44, fyrir á samanburðin á þessu tímaskeiðum við bara Evrópu. Ég held bara íbúi í Evrópu, hvað stóði? Sko, það er mjög erfitt held ég að meta lífskjör á hverju tímabili fyrir sig og þessu sögulegu samhengi. Sjálfsþurftarbúskapurinn hjá almenningi var bara það sem skiptir mestu máli, líklega best að meta lífskjörin sko í höfðingjónum á hverju tíma fyrir sig, hvernig þau voru sambærileg. Ég finnst að það hefur að koma í sagnfræðin frábæra bækur eins og Axel Kristinsson það sem hann heldur fram í Ísland hafi bara alls ekkert verið svo fátækt og ekki fátækar heldur en flestir hlutir Vestur-Evrópu. Hann bara skora það algjörlega á hólm og svo það hafi verið. Ef eitthvað hefði verið þá höfðingistéttin verið fátækari. Sko heldur höfðingjari annars staðar í Evrópu er ekki íslenskur almenningur, hefur ekki haft að verra. Það er erfitt að meta þetta og í þessu, ef þú nefnir sko NATO og þetta allt saman og Ragnheiður komin í lokinum sko það sem við segjum vestræna menningu og vestræna menningu að og tölum það sko við verðum enn meiri hluti af vestræna menningarheimi og það sé sko jákvætt. Auðvitað náttúrulega erum við ekki að fara ítal út í það, þegar bókinu náttúrulega líkur 44, en það sem við eigum við erum farin að í er það sem við lesum í gegnum söguna. Það eru frjáls viðskipti, þessi mest frelsi í viðskiptum sérstaklega hagstætt fyrir lítil samfélög og að það sem við sjáum það í stjórnmálafræðinni, þetta efnahagslega og hernaðarlega skjól sem Ísland nýtur í seinni heimsstyrjöldinni og síðan frá Bandaríkjunum. Það tengist beint inn í þessi fræði og kenningar og það er jákvætt sko, út frá kenningun og það fellur alveg saman. Sko. Það er það sem við eigum við. Já, varðandi með lífskjörina þá getum við kannski sagt að í gegnum söguna þá voru lífskjör Evrópubúa mjög svipuð, þeir voru allir liðu horriminni og löftu dauðan úr stél en það var franskur sagnfræðingur sem skrifaði bók fyrir mörgum árum sem heitir Pierre Goubert sem heitir Lúðvík 14 og 20 milljónir frakka og það þurfti sem sagt 20 milljónir frakka til að halda upp í Lúðvíki 14. Íslendingar voru svona kannski 50.000 og þess vegna eins og Baldur bendir á það sem eiginlega mest munur þá hvað íslenska höfðingjastéttin raunverulega blönk af því að hún hefur svo fáa til að pína sko þannig að og þetta bara gangur söguna sko en það er alveg rétt að það voru alveg gríðarlega breytingar undanförnum árum en það er auðvitað líka gert í nágrannalöndunum sem að tengist auðvitað sem atriðum svo að nefna og auðvitað frjáls viðskipti eitt af því sem er undirstaða þessara auðvitað sprengingar sem orðið. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra núna, klukkan að vera 6. Mér langar bara að enda þetta á því að þessi bók tala svolítið inn í það sem ég hef verið að stúdra undanfarið.